Já, góða kvöldið og velkomin í djúpköfun eina ferðina enn. Hér er mættur stórmeistari meistarana Guðjón Hreinberg. Introið þitt er algjör snill. Er það ekki bara? Jú, algjör. Þetta er miklu betra en introið á Armageddon. Já, allt er betra á Frelsi TV en Armageddon. Það stóðstu bara vel í... Þeir eru ágættir kallinir, sko. Ég hef ekkert undan þeim að kvarta. Já, ég veit. Þetta er... Ég er alltaf að pikka í því og ég er ekkert að vera að þessu, en ég er samt gaman að þessu þá. Já. Þetta er svona jafnbrautarsleysi sem enginn getur hægt að horfa á. Það er bara, nei. Það er eitt af því sem ég er að byrja að sætta mig við, er að, sko, það er eitt svona, það er búið að vera að angra mig eiginlega bara í 5 ár. Okkur við aktivistarnir getum aldrei verið sammálaðir. Já, við erum svo mikið víkingar, ég er konungur. Víkingur þýðir, ég er konungur. Já, hjá Frelsi TV, ég veit ekki hvað það þýðir. Ég tek aldrei undir með þér þegar þú segir þetta. Hei, ég er í öðru sæti. Til hamingju. Af því að rakst þar á að Væringi var sá sem fór í austur og Víkingur sá sem fór í vestur. Væringi og Víkingur væri bara sitt hvor hliðin og saman peningum. Þú ert svolítið mikið að blaða í lygasögum frímorra. Ég blaða í öllu. Ég veit ekkert hvað er lygi og hvað er sannleikur, svo allt er lygi þar til það sann reynist satt. Nei, það er lygi. Já, ok. Nei, þetta var fínn þáttur í Armageddon núna síðast. Já, þeir eru allir ágættir. Það voru 2 punktar sem að mér finnst áhugaverðir. Nú, ég mista þeim. Hvað var það? Annar punkturinn kom frá Frosta og Mána og það var áhugi fólks á fölskum fánum. Já, einmitt. Eitthvað sem að menn vissi ekki hvað var með þessu áður en ég kynnti það fyrir þjóðinni. Það sem er áhugavert er að fólk hefur svo mikinn áhuga á atburðinum, íventunum. Já. Það hefur áhuga á sjónhverfingunni. Áttum á því. Og svo fannst mér mjög áhugavert þegar þú fórst að benda á UNESCO dæmið. Já. Hvað þeim fannst óþægilegt að ræða. Þeir fóru alveg í hnút. Og mér fannst líka mjög skemmtilegt að taka eftir því með Frosta sérstaklega. Og það er eina dæmi sem að ég tala stundum en er oft erfitt að pinnpunkta niður hvað að læra að taka eftir. Það er þegar maður ætlar einhverjum eitthvað, þegar maður dregur ályktanir. Já. Hann gerði sjálfkrafa ráð fyrir því að þú hlýtur að vera að tala um World Heritage Site. Já. En þú varst líka að tala um UNESCO Geoparks. Allt UNESCO plottið, sko. Já. En sko, ég er náttúrulega voða lánaður ef ég er kallaður konungurinn, eða ég er konungur, Viking. En ég held að ég fara að fá annan nafn fljótlega sem er King Kong. Það er ágætis nafn, sko. Af því að ég er sko svolítið lunginn við að slá stélið af þeim sem ég er að dýbeita við. Eins og af Armageddonum, ég slæði stundum að þeim stélið en þeir fara bara svona í spinn, sko. Og í síðasta djúpkoðum þá sló ég alveg stélið af þér. Og þú bara búin að vera svona spinnið síðan og ég bara, what? Nú, já, ok. Áhugavert. Já. If that makes your day. Þannig að ég er svona algjörður monkey, sko, með þetta. Já, þú ert algjör mannabi. Enda sagði ég það síðast að Frelsi TV er samsæri gegn spámanninum og þjóðveldinu. Og þá kom brakkarlegt glott á því, sko. Og þar með ertu búin að kvitta fyrir dýbakið. Já, ég kannast nú ekki við þá undirskrift, sko. Ertu með 2.8 eða? Hvað er komin mörg áhorf og vídeó? Það eru bara hálfvitar. Ok. Nei, það er gaman. Nei, það er alveg rétt fyrir þér. Ég var mjög illa fyrir kallaður síðast og ég var gjörsamlega sleginn á eftir.
Já, ég þú gekkst svo langt að saka ákveðna aðalum mannvonsku, sko, ég held að ég hafa nú ekki meint það þannig, sko. Var En ég þá að tala um þig? Eða? Já, svona í beinu framhaldi af því, en Já, ok, en það er alltaf leið, sko, ég tek Já, nei. Ég reyna að fara ekki beint í þig, sko, en stundum vekur mig til umhugsunar hluti sem er áhugavert að fjalla um. Já. Ég bekir í það. Það er ekki, þetta snýst ekki mannin, sko. Nei, ég er nú að stríða þér líka þess. Ég þarf alveg stríðin. Já, ég er gott að því. Það nennir aldrei neitt að stríða mér, sko. En ég var samt svolítið hissa, sko, því að yfirleitt ertu mjög grándaður, sko, og eftir okkar debate þá, sko, við tökum báðir smá recoil eftir þau, sko. Í næstu 2-3 þáttum þá erum við svona hugsa þetta, sko. En það kom mér óvart hvað það var mikið tailspin þetta með heilagan anda og mína sýn á the spiritual, eða sem þetta konsept sem vorum að glíma við. Og sko vottar Jehóva, ég veit að þú hefur svolítið biblíu bakgrunninn þaðan og allt í góðu lagi með það, en vottar Jehóva eru fyrst og síðast humanistar, sko. Ok. Og það er þess vegna sem að heilags andafylltir kristnir eru alltaf með svona handbremsuna á vottum Jehóva. Vottar Jehóva skilja ekkert í því af hverju kristnir eru með handbremsuna á þeim, þeir trúa því sjálfur að þeir séu kristnir, sko. Þú ert svolítið að klifra núna í rangri grein. Já, ég tók eftir að það fóru alveg 2-3 þættir hjá þér að segja að ég væri villtur minna vega, sko. En hins vegar fórstu stundum, ég hlustaði 2 á þáttinn með þér strax og eftir frá þér. Býttu aðeins, kallið minn. Þú ert að fara yfir svo mörg hugtök í einu. Og nota svolítið mikið af ætlunum. Já, það var það sem ég fannst líka í fyrsta myndmættuninu eftir á. Það var svo mikið ætlunum mig líka, sko, sem að voru bara ekkert í stíl, sko. Ef við ætlum að ræða þetta, þá þurfum við að taka þetta skref fyrir skref. Þetta er ekkert issue fyrir mér. Nei. Ekkert af þessu er issue fyrir mér, ekki neitt af því. Og ef það er issue fyrir þér, þá getum við tekið smá sálfræðissessjón á það, sko. Nei, það er ekkert issue, skilur við, ekki þannig. Og ég tek ekkert hlutina persónulega þannig slíkt. Þú mátt það ekki. Nei, ég geri það ekki, en sko... Ég sko, þú verður átt að þig á því að ég væri ekkert að taka þátt í djúköfunum ef ég væri með eitthvað issue gagnvart þér. Nei, ég átti maður því, ég er ekkert að fara út í þessa sko. En málið er það að sko, þegar ég frelsaðist eins og þið kallað, 24 ára eitthvað svo leiðis, að ég hef alltaf verið svona jarbundin, sko, og ég þurfti að fara í gegnum allan þann skóla með skilningi, sko, og ég var ekki tilbúin að kaupa neitt svona voodoo, sko, og það sem kom mér á óvart eftir þá ferð mína er að það eru hvað þessir andlegi hlutir eru mikið lýsing á raunveruleikana, sko, og það er það sem að Hvað við með þeirri setningu? Sko ég var að velta því fyrir mér áðan hvernig ég geti útskýrt mig, sko, og þannig ég kannski með smá dæmisögu. Þú borgar rafmagnsreikninga, ekki? Það kemur fyrir. Já, en hefurðu séð rafmagn? Ég hef aldrei séð rafmagn, nei, ég hef heldur aldrei séð ljós. En þá ert að borga fyrir eitthvað sem er í raun ósýnilegt, sko. Já. Er þá rafmagn metafísist? Núna ert þú að nota leiðandi spurningar til þess að leiða mig út í eitthvað sem að með svona trikkdæmum, sko. Nei, hvernig akkur segir það? Metafísik. Þetta er ósækjant. Leiðu mér að klára setningu. Já. Metafísik er hugtak til þess að hjúpa fyrirbærið merkingafræði.
síðast þú sagðir hérna vídeóna að metafísik væri svipað og myndafæll í digital kameru, það er fullt af upplýsingu þar sem eru huldar, sko. Og þú hefur kallað metafísik frumspeki líka. Bíddu. Ég man ekki orð fyrir orð öll vídeón mín, bara fyrstu 50, sko. En ég var að benda á ykkur vídeó, sko, ég tók, sko, þú veist, tökum þetta skref fyrir skref. Ég geri vídeó næstu í dag. Já, mjög gott. Og það ekkert í fyrsta skipti sem þú eða aðrir taka eftir því að hvort sem það hefur verið djúpköfun hjá mér eða fundir í því sem við köllum í gamni leynifélagið eða bara hreinlega einhver hefur hringt í mig og spjallað um hluti, þá er ég fæ fullt af kommentum frá fólki þar sem segir mjög gaman að sjá vídeóið þetta í gær einmitt eftir að við höfum verið að ræða svipaða hluti. Maður fær athugasemdir eða maður verður fyrir reynslu sem fær maður til þess að pæla einhverju og maður fyrir að fjalla það. Og ég man eftir því að ég sagði í einhverju vídeó þar sem ég var að fjalla hluti sem ég var að pæla í eftir, og það er alveg rétt hjá þér. Ég fór að pæla í fullt af hlutum eftir síðastu djúpköfun. Og þegar ég er að pæla í hlutum sem fá mig til þess að hugsa eitthvað, hvort sem það er á nýjan hátt eða sem ég hef ekki hugsað áður eða bla 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 bla, þá setji það í rangt. En það er ekkert endilega það sama og face to face, og ég tók fram í einhverju vídeói. Núna er ég aðeins að fjalla eitthvað sem ég veit ekki alveg hvort ég ætti að vera að fjalla því að tengist því sem við Axel vorum að tala og ég hef ekki talað það við hann face to face, skilur, þú veist, maður getur lent í svona og þá hugsa maður, jæja, þú veist, let's swing it, ég hugsaði, Axel, hann, ef ég er eitthvað að sneiða af honum, þá veit ég hann getur tekið, þú veist, það er bara, og þá ræðum við það bara einhver tíma, sko. En ok, þetta er bara eins sneið, en varðandi myndina, ég notaði dæmi, var að reyna að fiska upp úr hausnum á mér, dæmi hvað er metafísik. Og ég benti á að í sérstaklega JPEG-myndum og mjög mörgum öðrum myndum, ef þú opnar þær í sumum myndaforritum, þá fylgir þeim textalýsingar. Þetta er til að segja með MP3-fæla líka. Það fylgja tagmerkingar í MP3-fælunum, það er yfirleitt í byrjun MP3-fælsins. Öllum fælum er það. Já, ég meina GIF-myndir byrja á orðinu GIF og oft GIF 89. Þannig að, en sko, hvað er metafísik? Bara sem hugtak, byrjum á því. Sko, og það er svo sem, sko, þú mátt alveg segja allt mig eða okkar samræður og það mun ekkert særa mig eða ég mun ekkert móðgast eða neitt slíkt, ég mun náttúrulega bara koma tilbaka með það í næstu djúpköfun, sko, ef að það er eitthvað sem ég vil bæta við að breyta eða leiðrétta. Þannig að þú mátt eins og ekki særa mig nema to my face. Ég hef tilfinningar. Já, ég mun reyna það. Það er svolítið erfitt að ranta eitt, sko, þá er ég ekki með því á öxlinni til þess að láta mig vita, sko. Já, ég er að stríða. Já, en málið er það, sko, að þessi reynsla mín, sko, þessi kristna reynsla, og ég er svona mikill raunsæis maður og lítið fyrir voodoo, það komur óvart hvað þessi hlutir eru raunverulegir. Og þessna nota ég stundum þetta dæmi rafmagn. Fólk er að borga fyrir ósýnilega hluti daginn út á daginn og svo kynnur þeim fyrir Guði og það er bara, nei, ég get ekki séð Guði, ég meina, come on, sanna það sé til. Sanna, þá segir bara, ég byrju sanna að rafmagn sé til. Já, sjáðu hérna gjaldmælurinn, hann snýst. Já, ég meina, ég get, þú veist, þú getur bara sett klukku og hún snýst, sko, og sagt að já, klukkan er að mæla Guð, sjá. Já, veist, að sko, og það er þessi eilífi doppelstandard, sko. Og ég gef voða lítið fyrir rökræður eða umræður sem eru með doppelstandard, sko. Sanna þú mér að Guð sé til, sanna að rafmagn sé til. Þú ert fífl fyrir að trúa Guð. Þú ert fífl fyrir að borga rafmagnsreikninginn. Þú veist, að þetta eru það sem humanistar gera rosalega mikið, að það er alltaf þessi tvöfaldi standard, sko. Og
það var svona sem að ég tók á móti Guði og frelsunarverki Jesú Krists og heilugum anda. Það var bara með svona efnislegum skilningi, sko. Þessna, sko, þegar að fólk fer að tala fyrir mér svona alls konar andlega hluti og miðlar og veist, allt þetta, sko, þá einhvern veginn tjúna ég út, sko. Af því að, sko, ef við segjum að Guð sé rafmagn, samnefnari rafmagns, þá getur mælt, meira að segja vísindalega, sko, það sem þú mælir í rafmagni orkan. Þú ert að kaupa orku. Það stendur nefnilega ekki á rafmagnsreikningunum að þú sért að kaupa rafmagn. Það stendur að þú ert að kaupa orku. Sama með Guð, að þú ert ekki að kaupa Guð, þú ert að kaupa orkuna sem fylgir Guði, sko. Og það til dæmis ein vísindaleg sönnun sem að humanistar eru nú alltaf að reyna að þagga og það placebo. Placebo sönnun þess að trú hefur læknisfræðileg áhrif, eða hefur læknandi áhrif. Það vísindalega sannað að trú læknar. Og og það þessna sem að þetta sem ég var að tala sko, ég sá að það sem ég var að segja heilagan anda og illa anda, það fór svolítið þvert í svona milluspaðana hjá þér og allt í lagi með það, veist, það bara svona stundum fara fuglahópar í flugular, að sko það sem ég var að reyna að benda án þess að gera nokkuð lítið úr þínum kenningum eða þínum upplifum, þú veist að ég styð trúfrelsi alveg alla leið, bæði trúfrelsi þitt, líka hjá trúmönnunum á Harmageddon, allir með að trúa því sem þeir vilja, sko. Þannig að það ekkert meint þannig til þess að gera lítið úr þinni trú eða þitt, ég bara tjá mína trú, sko. Já, ég átti með því. Og sko, það sem að svo, svona útskýrði ég Guð fyrir sjálfum mér. Hann ósýnilegur eins og rafmagn, en ég get séð afleiðingana af því, orkuna, sko. Og sama með heilagan anda að til dæmis ein ástæða fyrir því að Sameinuðu þjóðirnar vilja fara að kenna 5 ára gömlum börnum hvernig á að ríða og alls konar kynlífsrugl til þess að brjóta barnæsku, sakleysi barnsins, sko. Og það að vera fylltur heilugum anda mjög barnalegt. Að tala við sjálfan sig í tungum mjög barnalegt fyrir svona humanista, sko, sem allir svo rosalega fullorðnir, sko. Að þessi orkulind þessna sko, þegar menn segja barnatrúin, sko, það ákveðin sannleikur í því, sko, að þú ert að raun að venda barnið í sjálfum þér. Og það sem við erum að tala tungutalið að taka út skilningin, sko, til þess að fá högt í burt, og svo var ég að tala sko illu andana sem raun lýsing á áróðustaktik, og svo það blessaðar öryrkjarnir sem hét í Biblíunni reyndar, sko, hinir holdsveiku, sko, að hinir holdsveiku í Biblíunni þeir sem voru á tjaldstæðinu Laugardal, sko, sem maskínur andskotan, sem elitan, sko, elitan andskotin raun, var búin að brjóta alveg í spað, sko, öryrkjar, öreigar, holdsveikir, allt sama hugtaki, sko. Þannig að það annað sem maður sér í þessum heilaþvætti sem við erum að lýsa alltaf, það þetta að vera ekki asnalegur, ekki vera asnalegur, maður. Þetta svo asnalegt, ekki gera þetta asnalegt. Og ég nú þekktu fyrir það að gera bara í því að vera asnin í partíinu, sko. Já, ég held að ég hef ekki eftir að segja hverjum svo leið sprillir í líka. Já. Sprell. Þannig að sko, það sem ég að segja með þessum boðskap mínum að þessi andlegu málefni sem við talaðum í Biblíunni, ef við frádregi King James pólitíkin og síónista pólitíkin, að þá boðskapur Jesú Péturs alveg bara tala þessi einföldu hluti, sko. Og þess vegna eru þeir að drepa hann, sko. Jesú Péturs? Jesú Pétur, já. Okay. Ég helst þú að það væri 2 einstaklingar, nei, það var sko 1. Já,
hver er Jesú Pétur? En það er Jesú Pétur. Ok. Eins og ég er Axel Pétur, sko. Já. En þannig að það var nú svona það sem ég var að reyna að koma til skila, sko. Já, ég náði þessu öllu saman. Yes. Og það er, þú veist, það er enda margir fletir á þessu. Það er sko, ég er sjálfur búin að vera náttúrulega að ranta lengi. Hvort sem maður kallar rant eða eitthvað annað, eða boðskap eða eitthvað annað. Já. Og ég held að þeir sem hafa fylgst það með vídeónum mínum, og ég veit að þú sé 2-3, Ég sé það. Veit að ég er alveg harður á því að hinn andlegi veruleiki er miklu meiri veruleiki heldur en þessi físiski sem er í kringum okkur. Já. Ég styð Þannig ég átta mig algjörlega á því hvað þú átt við þegar þú segir að fyrir þér er heilagur andi veruleikin. Hann er raunverulegur. Ég hef ekki sagt að hann sé veruleikinn. Hver er munurinn á raunveruleika og veruleika? Já, þú orðaði þetta þannig að fyrir mér væri heilagur andi raunveruleikinn. Punktur, sko. Já, við getum farið í ykkur epitó með það. Nei. Hver epitó, leið mér að klára setningu aftur. Þú veist, hvaða setning var sögð í ykkur vídeói þarna, það má þá leiðrétta hana. Ef einhver hefur heyrt hana vitlaust eða verið sögðskakt. Ég var að gera vídeó í dag þess að ég byrjaði að tala ég sagði Spámann, en svo fattaði ég allt í einu að ég var að nota rangt nafn, ég var í rauninni að tala Elías Spámann, sko. Og ég leiðrétti mig bara á flugi. Það er komið fyrir ég hef leiðrétt mig í næsta vídeó eftir á. Þannig að ég er ekkert lengur í þessu hver að mæla skjalið, sko. Þegar einhver segir mig sko, má ég kannski taka þetta frá öðrum sjónarhóli, af því ég er ekkert, þú veist, hver hefur rétt fyrir sér? Það er eitthvað sem að mannkynið er búið að vera að rífast í mörg þúsund ár, sko. Og ég held að það hefur einmitt komið fram í síðustu djúpkvæðum, að ég hef sagt eitthvað svipað. Þegar að ég tala til dæmis það er engin sannleikur en það er bara einn sannleikur, þá er ég að tala mjög svipaðan hlut. Svo innri upplifun sem að þú upplifir í þínum innri veruleika er sá sannleikur sem þú hefur. Þú hefur engan annan sannleika. Þú getur ekki skilgreint neinn annan sannleika eða skilið neinn annan sannleika. Hver er munurinn á milli skilgreiningu og skilnings? Getur maður skilið eitthvað án þess að skilgreina það? Getur maður skilgreint eitthvað án þess að skilja það, til dæmis? Og þetta gerist allt inn í hausnum á manni. Hinn físiski veruleiki sem við getum mælt, kaffibollinn. Ég kalla hann físikal vegna þess að ég get snert á honum og mælt hann og ég þarf ekki að skilgreina hann í hugtaki því ég get sýnt hann. Þú veist, hérna er kaffibollinn. Hérna er hann. Við getum skilgreint hann er hvítur, hann er þetta djúpur, hann er þetta ummál og svo framvegis. Hann er höldu og það er enda kaffi á hann. Er þetta ekki tekrús? Já, þess vegna. Sem voru að misnota? Já, kannski, þá erum við komin aftur á öðru sem er mér mjög hugleikið, að hugtakið er eitt en nafnið og hugtakið er annað. Já, þess vegna hef ég náttúrulega alltaf ítrekkað sko trúfrelsi og það sem ég er að tjá mig er minn vitnisburður, sko. Já, algjörlega, ég meina þetta er tvennt sem að við tveir höfum lengi verið algjörlega sammála að það er trúfrelsi og við erum að gefa vitnisburð eitthvað sem við sjáum og skiljum upplifum og bera síðan saman bækur okkar og þú veist, ég meina það er ýmislegt sem við erum sammála sko, þó að þú sett þverhaus og allt það sko, hvað sagður á þar, mannvonskan uppmáluð sko. Já, mannvonskan. En er ekki er ekki sannleikurinn hinn eina sanna afstæðiskenning? Það er vel hugsanlegt sko, það er einmitt eitt af því sem gerir þetta svo skemmtilegt, því maður brýnir mann og maður lendir í átökum með fólk alls konar hluti og það brýnir mann oft betur í skilningi á einsum hlutum sko. Þegar kemur af upplifun sko, það sem að sendi mig teilspinning síðast. Já, ég get alveg sagt þér nákvæmlega hvað það er, ef það er eitthvað sem skiptir máli. Það er að ég upplifði á þessum tímapunkti að það var ákveðin orð sem þú sagðir
sem ég var ekki tilbúin að vaða gegn vegna míns eigin kristilega bakgrunns. Og það er ekkert með því að gera, heldur. Ég upplifði allt í einu að við vorum að takast aðeins á með orðum og þú vorst að nota ákveðin orð sem í mínum kristilega bakgrunni var eitthvað sem ég treysti mér ekki gegn út af minni eigin trú. Og það sló mig. Og það fékk mig til þess að velta fyrir mér, byrju, hvar eru þá mörkin á því sem þú ert tilbúin að debunka og hvað ekki. Og það er ekkert með því að gera. Það sem þú varst hins vegar að tala varðandi munin á voodoo og metafísik, ég hef alveg á þeim tímapunkti treyst mér á aða gegn því, en ég var svo slegin út af mínum eigin viðbröðum gegn ákveðnum hlutum sem að, þú veist, fyrir mér út af mínum kristilega bakgrunni, þá eru þarna ákveðin hugtök í kristinfræðinni sem skiptu mig ennþá miklu máli. Ég upplifði mig ekki lengur sem kristinn. En í fyrstu djúpkofunum okkar, þegar við fyrstu töluðum saman fyrir 3 árum, þá var ég einmitt á þeim tímamótum að hætta að vera kristinn og vera striktli eingyðistrúar. Og síðan á þessum 3 árum ég búin að debunka alveg rosalega mikið af hlutum sem mér voru áður heilagir inn í mínum andlega eða spiritual veruleika. En ég upplifi til hans í dag, ef ég hefði sagt andlegt fyrir 3 árum, þá gerði ég ekkert endilega mikinn greinarmun á hvað er spiritual, hvað er metafísist og hvað er mystískt. Í dag ger ég rosalega mikinn mun á þessu, enda ég líka búin að greina rosalega mikið á orðum og hugtökum og pælingum í minn megi rættu þetta. Og í mínum huga þá er metafísik, og ég náði loksins tökum á þessu í dag held ég, þegar ég var að hvernig á ég orða þetta, að metafísik er svo list að geta skilgreint merkingu hluta með hugtökum. Basically, that's it. Já, Alveg bursi frá heilugum öndum eða ekki, vegna þess að, eins og þú talaður með miðla og annað og voodoo og annað, þá erum við komnir út í mystík. Þú veist, það sem kristnir hafa gerst sekir hvort sem það eru svona endurfæddir kristnir eins og svona pentakostalskirkjurnar eða hvort það eru kirkjur eins og vottarnir, og vottarnir eru engan hátt húmanistar, ekkert frekar en pentakostal, en þú veist, við getum debata það, en vottarnir eru fyrst og fremst arianistar, þó að þeir myndu ekki allir vilja viðurkenna það. Þú veist, ok, ég meina þetta farir eipitog það, en vottarnir hafa aðra nálgun á kristina heldur pentakostal eða hvítasunarkirkjurnar, það er alveg rétt. En bæði hvítasunarkirkjan og vottarnir sem kristnir söfnuðir segja, okkar spiritismi, hann er frá Guði og góðum öndum og hreinum englum og frá Guði sjálfum, en all mystík hjá öllum öðrum eru frá illum öndum. Já, þetta einmitt einn punktur sem að mér fannst svolítið gerast eftir síðustu djúpkofun er að í staðan fyrir að vera debata við mig, þá fórst að debata við eitthvað svona gamla hvítasunnu fabúlur, fyrir mér ekki falla í það eitt einskot, röddin mín ekki debate, röddin mín ég að hugsa upphátt og tala við sjálf. Bara það sem þú varst að segja núna, Já. Nú varst að segja fullt af hlutum pentakostal og votta Jehóva sem ég hef aldrei sagt eða tjáð mig og trúi ekki einu sinni á. Ég er ekkert að segja það. Ég er að reyna að skilgreina munin á þessum tveimur hópum, en ég náttúrulega þekki vottana betur en hvítasunnursöfnuðina og þú þekkir hvítasunnursöfnuðina betur en vottana, en höfum við fullkomlega rétt fyrir okkur, ég veit það ekki. Nei, en þú varst að segja, sem respond við því sem ég var að segja, einhverja pæling það hvor sé betri eða hafi réttara fyrir sér hvítasunnursöfnuðurinn eða vottanir. Fyrir mér... Nei, ég er ekki að segja það. Nei. Það er ekki það sem ég er að segja. En fyrir mér eru báðir kofarnir fullir af fávitum, Já, ég meina, ég var bara að reyna að greina
hvað þeir standa fyrir og hvað þeir segja og hvað þeir eru. Ég er ekkert að reyna að leggja neina túlkunarstig og það hver hefur réttar að rangra fyrir sér. En þetta sko, þú getur farið í hvaða kirkju sem meira sér innan sömu línu, sko. Veist, þú getur farið inn í Pentakostal kirkju í adressu A og í Pentakostal kirkju í adressu B og þeir segja að þú ert í hinni kirkjunu þá ferðu til helvítis, þú verður að borga 10 hér, sko, því hér virkar hún. Að kirkja bara diskotek, sko. Veist, þar ertu bara ég tek alveg undir það, sko. Það bara fullt af fólki að hittast og tala saman og það er svona bara félag, sko. Ég get alveg tekið undir það, allir mannfagnaðir eru mismunandi diskotek. Já. En ég er ekki að dýbeita við þig hvor okkar hefur réttara fyrir sig hvernig við túlkum okkar innri veruleika. Það var nú gott, það var nú gott að vera sammála að ég hafa alltaf rétt fyrir mér, það var nú gott. If that makes your day, ég er ekkert að reyna það, ég fer einn á klósettum, sko. Nei, ég er að fíbla. Það stendur ekki á skeinipappirsúlunni, þennan skeinipappir notar þegar Axel hefur rangt fyrir sér, þennan skeinipappir notar þegar ný ríkisstjórn mynduð, it's still skeinipappir, sko. Já, ég tek allavega að dippa á skeinipappirinn, þannig að þú nummer 2 í því. En þú veist, I really don't care. Já, nei, ég veit, ég bara gera hreint fyrir mínum dyrum líka, sko. Og nei, en þú veist, ég er búin að vera að vanta í 3 ár, það er örugglega, sko, veistu það, við getum farið í gegnum öll mín vídeó og spurt hvar Guðjón að skjóta á Axel, sko. Þau eru mörg. Já, sem ég fagna, sko. Já, og það er meint þannig, sko. Ég sakna þess mjög mikið að það er eiginlega enginn sem að þú ert eini maðurinn eiginlega og harmagetunar sem þóra að dýbeta við mig orðið, sko. Allir hinir sem voru að dýbeta mig fyrir 2-3 árum eru bara allir horfnir, sko. Ég hef bara aldrei litið á okkar samræður sem dýbet. Þú gerir það, ég gerir það ekki. Mér finnst djúpgáðanir, sko, stundum, þú veist, það var tímabil sem að mér fannst þær að vera út að þreyttar og ég vildi bara draga úr þeim og jafnvel hætta þeim, sko. Og þú veist, svo eru suma djúpgáðanir hafa verið þannig að ég svo bara, ég er ekkert að taka þátt í þessu meira. Það kemur, ég tek alltaf eitthvað frá þeim. I always take something from the table og ég hef alltaf verið tilbúin að koma í þar aftur og eins og í kvöld, það var ég sem stakk upp og ég hafa djúpgáðin í kvöld, þetta held ég annað að 3. skiptið bara frá upphæfi sem ég hef stungið upp á því að fyrrabræði og ég er alveg sáttur við Axel, sko, þó hann sé náttúrulega mannvonskan uppmáli. Ég er alveg sáttur við Guðjón, sko. Og alveg klárlega samsæri gegn bæði þjóðveldinu og spámaninu, sko. I'm the devil in disguise. Well, I don't know about that. You're not a light angel. I will punish you by ég mun refsa þig með að gera það velferðaráðherra þegar ég verð forseti, sko. Og ég mun passa með að skrifa undir að ég mun passa með að taka við lyklunum áður en ég segi nei takk. Já, er ekki gott að vera með 1,5 milljón á mánuði fyrir að ríða skrifstofu fólkinu. Það má ekki vera sexist, sko. Mun ég banna ég mun skipa öllum starfsmönnum að skrifa undir þagnarskyldu fyrst, sko. Já. Nei, það er nú bara staðreyndin að við erum, ég var nú bara að segja þetta á leinifélagsfundi, ég man ekki hvort það var síðast eða þar síðast, að án djúpgáfana þá væri miklu minna af efni sem að ég hef haft til þess að fjalla um. Já, sömuleiðis, það hefur brýnt mig líka mikið, sko. Ég alveg frá fyrst útsendingunni þá hef ég sagt djöfullir ánægður með þetta. Ég er mjög ánægður með Frelsi-TV, sko. Já, ég var alltaf verið það og það er, en þú veist, það er nú bara þannig með gauðra eins og okkur, við vekjum eftirtekt og við vekjum umtal og þú vekur meira eftirtekt og meira umtal og ert í öðru sæti og stundum fyrsta sæti og ég er mjög sáttur við það, ég vil raunin ekki vekja eftirtekt og umtal, sumt fólk er bara þannig, við erum karismatik fólk, stundum vekjum við neikvæð viðbrögð, stundum jákvæð. Er einhverjur að kommenta? Ég sé ekki að það er einhverjur að kommenta, kom svo svipur á því, eins og einhverjur væri að kommenta. Nei, ég var að detta niður í 3. sæti. Ok.
að nema, ég misti þráðinn. Ég ætla að segja upp áskriftin á Vísi, sko. Þetta gengur ekki. Já, ég að fá þráðinn eftir að þetta með að vekja eftirtekt, sko. Já. Fólk sem vekur eftirtekt, það vekur viðbrögð, stundum jákvæð, stundum neikvæð og stundum bæði í einu frá sömu aðilum. Og það sem að vekur viðbrögð hjá manni, fær mann til að pæla í hlutum. Hver bentum maður eitthvað sem hefur verið með jákvæð viðbrögð? What? Ég hef verið með jákvæð viðbrögð við þér til með þessu. Já, eins og Harmageddon að sagði nú bara síðast, ég meina, ertu til í að fara til geðlæknis, það er bara svoleiðis hamrað á okkur hérna bara fyrir að tala við þig, sko. Og svo er það hérna, já, gaman að þessu. Ég hef gaman að dýbeta við alls konar fólk, sko. Ég var reyndar að spá í að hérna bjóða Jón Steinari Gunnlaugssyni á Frelsi TV í viðtal, sko. Þeir sem í þeim grensum geta látið það fréttast á honum hér með boðið formlega til umræðina skipulögðu glæpasamtökin sem kalla sig valdstjórnin og hann reyndar hluti af. Þú tókst eftir því það ekki að lögfræðingurinn hans Tómasar Möller var nýlega að benda á það að hann vildi endurupptöku á því hvort að það væri fræðilega möguleiki að Tómas hefði sett líkið í sjóinn á þeim stað sem talið að líkið hafi verið sett í sjóinn. Og viðbrögð, ég man ekki hvort að ég var að lesa það bara í gær, viðbrögð, annarkvort, ég man ekki hvort það var héraðsdómari eða Hæstiréttur, var að kveðja til nýjan matsmann. Já. Ég meina, ég hef ekkert á móti dómstólum, sko. Ég meina, það eru víða reknir sérhjá dómstólar og ég rek dómstól sem heitir Víkingadómur og hérna, í sjálfu sér mega þessir humanistar á Íslandi reka eitthvað sem þeir kalla hræsnarétt og héraðsdóm og landsrétt. En hins vegar þegar þeir fara að meiða fólk, þá er alveg sjálfsagt að meiða þá bara tilbaka. Sko það er óhjákvæmilegt að við höfum dómstóla, svo er það spurningin hvað er eðli dómstóla og hvernig á að meta það, sko. Já, sko, eins og ég lýsti sambandi við lögregluna, sko. Það er eðlilegt að hópur af fólki komi sér upp einhverju öryggisprósítjurum og ráði eitthvað til þess að verja hópinn, með þess að gert í dýraríkinu. Hins vegar þegar að dóbermannhundarnir eru fannir að bíta alla og drepa börnin, þá þetta drepa dóbermannhundin. Þú kennir honum ekkert að hætta að bíta, þú þarf bara að drepa hann. Sko, við þurfum að byrja á að skilgreina hvað dómur er. Þú veist, það er til dæmis 2 hugmyndir sem komum til hausinn á mér sem okkur er kennt, innprentað. Eins og Morris var að nota í vídeóum daginn orð sem ég hafði ekki heyrt áður, to inculcate. Inculcate. Það er svona annað orð á innprentun. Sko, okkur er gefið til kynna í vídeóum, þá ég veit sko Hollywoodmyndum, sjónvarpsþáttaseríum og alls konar bókum og öðru að dómarar séu fulltrúar réttlætis. Og það er oft þessi gyðja hérna réttlætisgyðjuna sem með bundið fyrir augun og vogarskálar og sverð. Þetta er svona ímyndin sem okkur er innprentuð. Síðan fer maður að skoða hluti, svo við náttúrulega í þjóðveldinu erum búin að vera að vinna talsvert með þetta núna undanfarið. Hvað er dómur? Og á októberþingi núna, í október 2017, þá þurftum við að taka sérstakt tillit til þess. Hvað er dómur og hvernig er hann framkvæmdur, hvernig er hann réttur eða lögmætur og hvernig er ekki? Og við hófum ákveðna orðræðu og við skrásettum ákveðna orðræðu til þess að skilgreina þetta. Hvað er dómur eða dómskerfi frá sjónarhóli réttarríkis? Nú er oft talað á Íslandi í blaðagreinum, fréttum og öðru að Ísland sé réttarríki. Og það segir í stjórnarskrá íslenska lýðveldisins frá 44 að á Íslandi ríki þrískipting valds. Það sé annars vegar ríkisstjórn undir forseti forsetans, síðan Alþingi sem setji lög, forsetinn framkvæmir lög, Alþingi setji lög og dómar
skeri úr lögbrot. Hérna erum við komið með nýja skilgreiningu sem er í stjórnarskránni en aldrei talað að hlutverk dóms að skera úr hvort lög hafi verið brotin en ekki. Þetta hefur ekkert með réttlæti að gera. Sko, þarna ertu svolítið að taka þetta frá hópisma pælingunni, sko. Sko, fyrir mér þá dómari aðili sem tveir aðilar sem eiga í deilum samþykkja sem úrskurðaraðila á deilumálum sínum. Af því að ég trúi bara á tvennt, eign og samning. Þetta tvennt það eina sem ég trúi á. Og það sem að frímúrara andskotanir hafa gert með þetta konsept sem að sko alveg aftur í örendir getur fundið þetta eins og Salómonsdómstóllinn. Þú komst fram með ágreiningsmálið og þar með varstu búin að samþykkja að hann myndi skera úr. Að frímúrararnir eru búin að búa til svona vúdú að þegar þú gengur undir þríeiningin sem er yfir öllum dómstólum þá ertu búin að gangast undir vald þeirra og skrifa undir þinn hluta af samningnum, sko. Með fótunum. Alveg eins og þú samþykktir með glotti að þú væri samsæri, sko. Nákvæmlega, það er bara fabúlur og fáviska. Og þráður sem ég veit ekki hvort ég hafi týnt. Þú varst að tala þríhyrningin, samningin, eignina, frímúrarana. Já, ég var að spá hérna frá hópismannum. Já. Já, sem sagt þetta fyrir mér, þess vegna sko í raunveruleikanum víkingadómur jafn valdamikill og rétthár og hræsnaréttur, sko. Það engin munur þar á nema í hræsnarétti stundu skipuleg glæpastarfsemi og blekkingastarfsemi. Þar skýr dæmi dóma eins og það að maður var dæmdur fyrir brot gegn valdstjórninni en sýknaður á öllum öðrum ákærum. Sem þýðir það, sá maður var dæmdur fyrir að reyna að verja andlit sitt meðan lögreglan stampaði með stígvélum í feysið á honum. Og þetta náttúrulega bara fabúlufræði og heimska, sko. Og ég búin að gleyma hinum punktunum, ég ætla að hafa á 2, sko. Þú varst að tala að skilgreiningin sé á með, ég var að segja að það til tvær ímyndir af dómstólum. Ég var ekki til að segja að það væru réttar eða rangar, heldur það búið að gefa okkur ímyndina að dómarar og dómstólar séu guðlegar verur í skikkjum. Séu fulltrúar einhverjar réttlætisgyðju. Já, einmitt. Og þeirra hlutur sé að skera úr réttlæti. En svo væri til önnur skilgreining sem var bara beint upp úr stjórnarskránni. Það sem að dómarar væru aðilar til að skera úr hvort lög hefði verið brotin eða ekki og hefði ekkert með réttlæti að gera. Og þá sagðir þú þetta hópismi sem þú ert að tala um. Já, nákvæmlega. Og svo ég að tala samningin, eign og samning og hvort að þú væri búin að samþykkja að einhver skæri úr hvort samningur hafi verið brotin. Já, einmitt. Þetta kemur bara seinna, höldum áfram bara með okay. Að því þú talaðir að frímúrararnir væru búnir að fabúlera þetta og blekkja fólk með því að láta það skrifa undir samning án þess að vita að það hefði kvittað fyrir samning þegar ekki labbaði undir þýðningin. Já, ég var líka að tala með sjálfsvörnina, að samfélög, það mjög eðlilegt að hafa einhverja hópefli að í ákveðin verkefni, eins og að verja træpið, og það eitt sem einn punktur sem ég átti svolítið erfitt með að skilja, þú kannast örugglega við það þessi hlutir sem þetta hlusta þrisa sem á vídeo til þess að ná bara, já, ok. Já. Þau eru mörg. Já. Þau eru mörg. Ég þurfti að hlusta tvisar á Respond-vídeói hjá þér hana. Ekki taka því sem Respond, takk því bara sem ég að hugsa upp og tala því sjálf um. Ekki taka því sem einhverja dýbet ára frá þig. Það ekki... Ég tók því ekki þannig. Það var bara því að það voru svo miklu punktar í því sem ég þurfti að ná,
En þú férst mig bara til að hugsa ákveðna hluti og það eitt að hugsa hluti í hljóði og komast að niðurstöðu, það annað, ég orðinn háður sjálfur mér. Ég orðinn háður því að segja ákveðna hluti í vídeói og vera þá búinn allan að reyna skilgreina. Það náttúrulega allt sem ég segi sannleikur, sko. Já, við höfum orðið við það, sko. Já. En það fyrst og fremst sannleikurinn í mínum veruleika. Ég átta mig á því. En sko, það sem að stóra breytan, það ofbeldið, sko. Valdið, ofbeldið. Þegar að einhver klæðist í lögreglubúning, samkvæmt minni hugmyndafræði, hann klæðist í lögreglubúning og hann ver træpið. Þá hann að gera rétta hluti, sko. Þess að þú getur í raun ekki dæmt mann fyrir sjálfsvörð, sko. Þá þetta bara komin út í fabúlur og skurkóðadyrkun, sko. Að daginn sem að lögreglumaður eða valdstjórnar plebbi beitur ofbeldi á þeirri sekúndu hann réttræpur. Og það sama þurfti ég að skilja með eins og Seðlabanka, að það var þetta auðhringur, kartel eða auðhringur. Þegar þú ert undir valdi auðhrings, þá búið að umkringja þig. Það í raun hugtakið auðhringur. Svona eins og svikamilla, sko. Og þetta það sem að Edward Griffin hefur sagt, sko, að skipulegasta glæpamenn veraldar sækja mjög mikið í að sameina skipulegu glæpastarfseminni sína og ríkisvaldið. Af því að það erfiðasta við að halda úti auðhring og skipulegum glæpasamtökum að hafa kontról á öllum sem helvítis glæpamennum, sko. Þannig að þú færð ekki betra control system á þínum eigin glæpamönnum og þínu eigin glæpastarfsemi heldur en að fá þetta ríkisvald inn, sko. Og það þess vegna sem ég hef sagt að valdstjórnin íslenska eru skipuleg glæpastarfsamtök. Og alltaf það, ég er búin að segja þetta í 2-3 ár. Það var engin stemt mér fyrir meiðyrði. Engin. Og ef einhver stefnir mér í dag fyrir meiðyrði, þá ber ég við tómlæti, sko. Þeir hafi raun enga kröfu lengur af því þeir hafa verið með tómlæti, sko. Þeir hafa ekki einu sinni mál gegn mér lengur, sko. Það náttúrulega svo margir fletir á þessu. Ég er sjálfur búinn að fara víða í því að skilgreina íslenska lýðveldi frá 44 sem ólögmætt og bera víða niður. Og það sem áhugaverðast þér ekki svarað annarkvort af því að það ekki til svör handaðir, það ekki hægt að svara þér, eða að þú ert ekki virtur sko svara verður. Og ég maður svona ögra stundum en ég segja með tímina, þú veist, svariði mér. Ég er búinn að vera með margar yfirlýsingarna sjálfur og vel rökstuddar af mínum mati. En það já. Nei, þú veist, maður komin, sko, ég veit ekki, ég alveg sammálaður því að það ríkisvald sem að við búum við, og þá ég ekki endilega að tala íslenska ríkið, ég er að tala sko, hið veraldarvíða húmanistaríki, og hvort sem það eru konungsríki, keisaraveldi, einsflokksríki, margflokksríki, mér alveg sama hvað það öll þessi ríkiskerfi á heiminum eru skipulögð glæpastarfsemi, ég alveg sammála því. Hins vegar merkilegt. En hins vegar út frá hvaða skilgreiningu, þú komst þetta með fína skilgreiningu, hún er ágæð. Ég fer aðra leið, en niðurstaðan svo samt. Það merkilegt að þú ert að lýsa í raun sömu tilfinningu og sömu upplifun og Jón Steinar Gunnlaugsson að lýsa þegar hann kallar bókina sína með lognið í fangið. Það segir það ekki þannig, með lognið í fangið eða?
með stormin í fangið, sko. Að hann lýsir þessu logni líka að það enginn að svara honum, sko. Já. Og Mér finnst það mjög skemmtilegt, sko. Lengi vel fannst mér það bara að vera svona, maður búinn að vera með ýmsa punkta sem að, þú veist, ég man þegar ég til hans var fyrst að tala helförina, sem var einmitt veturinn 14-15 þegar við vorum að byrja djúkkaðanir. Þá fór ég mjög varlega af stað. Svo var ég djarfari og síðan fór ég að fara í ýmislegt annað. Núna í dag maður svellkaldur, ég var að ranta í dag og þar fór ég svellkaldur í það að það væri bara allt í lagi að klípa konur í rassinn, sko. Og ég dæmdur kynferðisafbrotamann. Fyrir 3 árum, 4 árum hefði ég ekki vogað mér að segja þetta í nætti, sko. En talandi druslugöngur og kettlingar með raskatið og dúllunar sínar út allt. Ef að karlmenn myndu ganga með titlingin úti, heldur að þið greipið meira í hann þá? Ég hef oftar en einu sinni, oftar en tvisvar sagt á fundi, þar sem konur eru, fellert óþekkt, það þyrfti nú eiginlega bara að flengja þig. Og ég fæ yfirleitt svona glampa augun og glott tilbaka. Og þetta sagt náttúrulega í gríni, en þú veist, þú getur ekki búið til lagalega reglugerð það hvenær þú mátt fara á fjörurnar eða vera svona kokettis eða ekki. Já, ég svo heppinn að vera í þessum hópi sem svona svolítið arti, sko. Ég svona svolítið arti-gaur, sko. Og arti-gaurar geta riðið smástelpum alveg fram í rauðan dauðan, sko. Það kippir sér enginn upp við það. Og ég man eftir þegar vorum að fljúga frá Íslandi, ég og kona mín. Þá var eitthvað stelpa sem satt í flugvélinni og hún var með svo lang larbein, sko. Og ég náttúrulega artisti, sko, þannig ég spái rosalega mikið í hlutföllum af fólki, skilur, beina hlutföll, þú veist, alls konar svona hlutföllum. Alveg sem hvort það karlmenn eða konur, sko. Og það var stelpa sem settist hinum í ganginu, ég var að horfa á rosalega löng lar, þú veist, löng beinin á henni í larlegnum, sko. Og svo var ég að spá í svona hlutföllum og svona, og svo byrjaði hún eitthvað svona tísta, sko. Eins og ég var að reyna við henn og kettlingin mín bara, kona mín bara snappaði, sko. Skilur við? Bara ég var að reyna við þessa konu eitthvað og ég bara, come on, sko. Og svo við vorum að fara til Spánar, sko, svo komum við til Spánar og hún var bara ekki til að gefa þetta neitt eftir, sko. Það endaði bara með risa rifrildi, sko. Og ég sagði við hana, ég meina, þú manst þegar við komum á flugvellinum, þá var Ferrari sem var að keyra hana. Manstu hvernig ég góndi á Ferrari? Bara, wow, þú veist, það var svona nýtt módel, ég aldrei séð hann áður, sko. Og ég spurði hana, heldur þú að ég hafi viljað ríða þessum Ferrari, eða? Var það málið, eða? Og við tókum, og svo loksins náði, sko, fyrst var hún svo æst að ég náði ekki eins og að tala við hana, sko. Svo var bara lost, sko, svo eftir einhver tíma. Þá náði hún þessu, sko. Að ég horfi á hluti út frá hönnunarlegu, já, svona arti, pælingum. Ég hafði engan áhuga þessari stelpudruslu, sko. Og og þetta hefur ekkert verið vandamál síðan, sko. Sem betur fer, því að kona mín mjög gáfuð. En þú veist, það þetta, þarna verið að saka menn á Alþingi að þeir séu að horfa á raskata á þessum kettlingum. Ég meina, hættið bara sletta raskatana á okkur út allt. Það ekki kynferðisleg áreitni að vera slettandi brjóstunum og raskatina á sér út allt? Það var nú reynt að gera fréttir úr því að Ragnar Örundarsson kom með svona athugasemdum að einhver kona, einhver feminista kettling hafi verið að viðra gáfur sínar með sínum heilögu sjónarmiðum. Já, þeir sem að hlusta á niða. Hann sagði eitthvað svona, okkur birtir þá myndaðir á þessu tagi. Alveg eins og með, sko, þetta nefnilega góður punktur sem þú bendir á varandi stúlkuna. Þetta stúlka sem klædd á ákveðinn hátt, hún var klædd vitandi það að lærin hennar myndi vekja eftirtekt. Nei, hún var bara eðlilega klædd, sko. Hún var bara í svona buxum og hún var ekkert sérstaklega ögrandi, sko. Ok, það rátt fyrir mig með það. En ég hef rétt fyrir mig með restina.
Já. Ég hef margoft tekið eftir því að konur eru mjög meðvitaðar það hvernig þær klæða sig og hvernig þær koma sér fram og þær ganga sjaldan fram í og spegla á þess að líti hann og jafnvel staldra við hann. Og þetta var mjög fín athugasemd frá Ragnari okkur eftir þá með myndaðir af þessu tagi sem kynferðislega ögrandi. Og hann var þvílíkt skammaður í fjölmiðlum og athugasemdakerfi næstu dag og eftir og endaði með því að einhver aðili gaf út var framleiddi ísskápaspegil, svona 3D-prentaðan ísskápaspegil sem heitir Ekki vera Ragnar. Og ég tók eftir svona athugasendum og ég skrifaði í þann athugasendaþráð væntanlegur ísskápsspegil, ekki vera feministi. Ég fekk nokkur like á það frá konum. Við þurfum, það er náttúrulega bara að stofna, ég er náttúrulega með félag íslenskara letingja, sko, sem hefur aldrei nefnt að sækja hún styrkin eins það, sko. En nú náttúrulega gengi bara í það málefni að stofna meilistafélag Íslands og fæði þá væntanlega alla sömu upphæður og feministafélagið við fengið. Og fyrsta verkefni þessa hóps náttúrulega eins og eins Facebook-síða minn heitir Fríði Bóner, sko. Það náttúrulega bara sjálfsagt mál. Það eru druslugöngur og Fríði trippuls og allt þetta að það bara eðlilegt að menn hanni buxurnar síðan og þannig að bónerinn standi bara beint út. Og ef að konur eitthvað að snerta þetta eða horfa á þetta, þá það náttúrulega hrein og bein kynferðislega áreitni. Þetta er svo klikkað. Það eru 2 punktar sem koma fram í þessari orðræðu eða umræðu. Þetta umræða sem að fjölmiðlar búa til. Og þetta algjörlega, það svo augljóst að þetta þjóðfélagsverk. Það svo augljóst að það annarkvort Rand eða Rand Corporation eða Fabian sem sagði þetta á bakvið þetta. Það var líka eða einhvað sambarilegt. NATO var með vídeo þetta líka. Ok, en maður sér líka að þetta gerast í mörgum löndum á sama tíma og sko, maður fer að hugsa býttu hvað í gangi líka á fleiri löndum og ég setti mitt í vídeo í dag svona skemmtilega þeóriu þetta, svona input í umræðina að það væri líklega milljónir manns að horfa á Guðjón Reynberg-vídeóin og af því að hann væri dæmdur kynferðisbrotamaður þá væri verið að koma í veg fyrir að fólk færi að taka mikið mark á honum. Já, einmitt. It's all me syndrome. Já, ég lærði það hjá þér. Já, ég að reyna að komast í annarsæti. Það laust, ég komin í 3. Ok. Það var einmitt að losna annarsæti. En viðeigandi. En það svona gaman að þeórisera, en það áhugavert til dæmis að það var nýr kvennalisti stofnaður í haust svipaleit og kosningarnar voru framkvæmdar. Ég man ekki hvað maður kallar, hann kallaður öðru nafni, sko. Og hver besta leiðin til þess að smala nokkrum gelgjum inn í svoleiðis hreyfingu nema að búa til svona umræðu. Þetta svona önnur þeóría, svo til náttúrulega fleiri þeóríur og sumar þær að koma fram. Þú veist, hvers vegna byrjuðu þeir á Harvey Weinstein? Það mjög líklega út af því að hann ætlaði að fara að búa til einhverja bíómynd þegar þeir vilja kæfa í fæðingu. Nei, þetta bara, ég meina eins og skotatburðurinn í Texas, hann var stýrður af Trump-liðinu, sko. Sko, það sem að gerast ef við færum okkur aðeins yfir í þessa bylgjulengd, sko, að það sem að gerast að sko, í Sýrlandi, í restin af ólögmæta stríðinu þar, þá voru sko málaliðar Pentagon og málaliðar CIA farnir að skjóta að drepa hvern annan, sko. Já. Og það sem að gerast, sko, að málið að sko Trump Pentagon maður. Hann ekki með sinn security detail frá CIA, hann með sinn detail frá Pentagon. Ég gerði alveg hauga vídeóum þegar hann var í kosningabaráttunni sinni þar sem ég var að reyna að útskýra það að hann væri forsetaframbjóðandi á vegum Pentagon. Já. Og þar sem ég reyndi að rökstyðja ástæðuna fyrir því og fór líka ofan í til dæmis hvers vegna þeir væri að velja mann af hans toga. Þetta snerist ekki mannin heldur típuna sem væri verið að búa til. Og mótmælin gegn honum í kjölfarið á kosningunum, ég fór ofan í það líka og tengdi það svo saman.
Já, sko, trúðarnir sem eru í hérna trúmannsjónu það breytir einhver hverjir eru í trúðabúningnum, sko. Maður þarf að horfa á öflin sem standa á bakvið. Og CIA öflin eru komin svo langt út í ógeðið að sko það sem að hermenn hafa upp að vissu marki, sérstaklega hershöfðingjar og fleira slíkt, þeir hafa ákveðin siðferðisskilning, sko. En þetta plebbalið í CIA og leyniþjónusturum og Mossad og Sionistan og þar, sko, þetta lið er algjörlega grautað í hausnum, sko. Og allt þetta hvítu hjálmannir, og veist að þegar þeir fara og sprengja svæði í þessum borgum eins og í Sýrlandi eða Líbíu eða hvað sem er, síðan fara hvítu hjálmannir að hjálpa fórnarlömbunum og þar eru sko hvítu hjálmannum eru skipt upp í nytsama fávita og operatora, sko. Að hvítu hjálmannir fara síðan í rústirnar og sækja lifandi slasa fólk og sérstaklega börn og síðan er farið með þau afsíðis og skoruð úr þeim allt drastlið, sko, líffærin og beinmergurinn og fleira slíkt, og ég áttaði mig ekki á því, ég held að þetta var ykkur svona $100.000 að hver úlingur eða hvert barn er virði $43 million, sko. Og sko þar eru mestu verðmætin beinmergurinn, sko. Og þarna er meira þess að Dynacor var, sko, Dynacor, það eru til gamlar réttarskýrslur þetta er vitað, skilur, menn vita þetta. Já, ég kannast við að ég hef séð eitthvað þetta. Ég hef ekkert verið að pæla í þessu, en ég kannast við að ég hef séð eitthvað þetta. Já, og sama var, sko, að sko Pentagon var að rannsaka hvað varð $2,7 trilljón sem hurfu rétt fyrir 9/11. Sú skrifstofa sem var að rannsaka það inn í Pentagon það var skotið á flugskeyti, sko. Og fólkið drápist alveg röfnum og öll gögn voru eyðilögð, sko. Sem á vissan hátt ógeðslega fyndið. Já, svona strategía, sko, svona grískur harmleikur, sko. Já, þetta er eiginlega fyndið, sko. Heyrðu, við erum að rannsaka sjálf okkur, svo við ætlum að skjóta á okkur útliminn sem er að rannsaka okkur. Já, það er, sko, þegar að John F. Kennedy var drepinn, eða myrtur, þá rann saman CIA og bandaríska mafían, sko. Já, það eru til margar kenningar það og þær eru áhugaverðar. Já, sama var, sko, skotatburðurinn í Vegas núna. Það var í raun, sko, það var tengist sko, það var bara styrjaldarástand í Vegas, sko. Það voru sem sagt Saudi Arabia var þarna voru CIA og leyniþjónustu plebbanir og síðan Pentagon, sko. Og það brutust út átök á milli þessar afla í Vegas. Fyrsta lagi voru þarna hitt tím sem ætlaði að drepa þarna Saudi Arabana. Það voru þarna sko, það stóð til að Trump kæmi einhverja heimsókn þarna til Vegas. Þeir hins vegar tóku flugvélina og fóru með hana bara to Middle East, þar sem hann sagði bara, heyrðu, we are coming for you, sko. Þið voruð að reyna að drepa mig, skilur. Við erum að koma á eftir, og þá hrundi bara allt stjórnkerfið í Saudi Arabíu bara daginn eftir. Og að því að hann fór og sagði bara stopp, sko. Annarkvort bara hreinsið út þetta drullamall hjá okkur, eða ég bara næsta flugskeyti fyrir á ykkur, sko. Eða við tökum ykkur fyrir næst, sko. Og það er þetta sem er stóra vandamálið. Það er þessi samruni skipulagðra glæpastarfsemi og ríkisvald, sko. Og eina sem að svona glæpamenn skilja er kúla í nakan. Þeir skilja það flestir. Já, svo aðferð var reynd í Rússlandi. Nei, þar var reyndar verið að taka út, sko, já, hvaða tímabil, sko, bolsevikarnir voru mafía, sko. Já, það var á árinu 27-37 sem var verið að beita okkur rosalega mikið að nakaskotum í Rússlandi.
Já, Sarinn var svona, Sarinn var upp að vissu marki svona eðlilegt stjórnvald, sko. Upp að vissu marki, sko. Já, ég skil hvað við upp að vissu marki. I got it. Já, það er sko, það er til skipulögð glæpastarfsemi og það er til skipulögð glæpastarfsemi, sko. Sko það sem er, mér finnst þetta mjög skemmtilega pælingar og eins og þú veist, en ef við fórum út í, við vorum að tala áðan sko, við erum komin ákveðin svona, ákveðin leið, ekki skóginn, sko. Við vorum að tala sko, hvað er dómsvald og sem er mjög skemmtilegt fyrirbæri og vegna þess að, ég meina, já, hvað er dómur, þú veist, eins og við vorum að átta okkur á, sko, þú veist, það er alltaf þessi hlutir sem að maður rekur sig á að bara svipa eins og við vorum að tala þú veist, hvað er vúdú, hvað er metafísík, hvað er mystík, hvað er heilagur andi, hvað er illir andar og svona dót, sko. Það er gott að velta fyrir sér, þú veist, hver er skilningur á hlut sem ég hef alltaf gefið mér að ég skilji, en hef ekki spurt sjálfan mig hvort ég skilji. Eða þá hvernig ég skilji, eða hvernig aðrir skilja. Og það er, mér finnst gaman að þessu. Þú veist, ég áttaði mig á því þarna í október á þjóðveldisþingi að ég hafði ekkert pælt í hvað er dómsvald, hvað er dómur og á hverju byggist hann. Og ég sagði á hann að þetta væri ákveðin svona konsensus, ég man ekki hvort ég sagði það, ég var allan að hugsa að, þú veist, eins og þú sagði að þetta er ákveðin hópismi og bla bla bla, ég hef aldrei kvittað fyrir að hópismi sé endilega vondur. Ég hef líka oft sagt að ég er ekkert endilega viss að hópismi sé til sem ismi, því að hann er líka partur af hjarðhegðun og hjarðhegðun er ekki hugmyndafræði, heldur viðbragð. Og ég er ekkert að segja sko að við þurfum að, þú veist, ég sétlast með önnur spendýr, það er eiginlega það sem öll spendýr eiga sameiginlegt, að það er hópismi, þú veist, hjarðhegðun inn í spendýraríkinu. Það eru þau dýr sem að helst sko reyna að taka ekki þátt í hjarðhegðun, eru til dæmis birnir. Birnir eru mjög einstaklingssinnaðir. En þú veist, ef þú kemur að það er laxveiði á í Alaska og það eru 10 birnir að veiða þar, þá eru þeir nánast allir karldýr. Ef að birna kemur að laxveiðáni og ætlar að ná sér í eitt lax, þá það er valla hún þorið í, hún hefur þá húnana hjá sér, því að karlbirnin eru vísir til að veiða húnana, sko. Til að ríða öllum. Nei, birnir eru rosalega grimmir. Þeir drepa af sín eigin ákvæmur, sko. Já, nú man ég hvað ég ætla að segja sambandi við dóm. Já. Og þrískipting valds. Nú kom það tilbaka. Ímyndað tökum þetta einfalt, það eru 5 fyrirbæri, einstaklingar eða hópur af 5. Og þessir 5 koma sér saman lýðveldi. Þar sem að á að leysa hlutana með atkvæðum, sko. Og þá eru 3 af þessum hóp sem munu taka sig saman gegn hinum 2. Bara byggt á einstaklingshyggju. Já, ég skilur. Hérna er sem sagt löggjafar, framkvæmdar, hvað er þetta 3 stigin? Löggjafar, framkvæmdar og dómsvald. Þetta er the naked truth af hópin. Þetta er alveg rétt. Þess vegna er, sko, allt sem er að gerast, þjóðfélagsverkfræðingarnir og elítan fer ekki út í neitt nema að sé starffræðilega sannað að þeir muni vinna. Þess vegna eru til dæmis allir hlutabréfamarkaðir stýrðir af þeim, sko. Þannig að þeir geta ekki tapað, sko. Og atkvæðiskerfið er byggt þannig upp að þeir geta ekki tapað, en þar eru atkvæðin ekki talin heldur túlkuð. Og þarna, ef þú skilur þetta, þá skilur þetta hugtak sem heitir þjóðfélag, hópismi, konungsríki, nýlenda, frívelda, bara whatever, sko. Að
ef að þú tapar eða missir sjónar af eign og samningur, þá ertu annarkvort þræll eða heimskingi. Eða hvort ekki að einu. Ok. Ég hef ekki hugsað út í þetta. Nei, Ég hef þó hugsað út í hvað eign. já. Eign að mínu mati það sem þú getur varið eða tekið með þér eða fengið til þess að fylgja þér. Já, Samanber til dæmis að þú getur fengið hestiðin til að fylgja þér, þú getur fengið hundiðin til að fylgja þér. Kötturinn á það til stundum að fylgja eiganda sínum. Kötturinn meira átthagabundinn heldur en hundurinn meira húsbóndabundinn. Og þú getur, ef þú átt 1000 hektara landi og ég kem og segi nei, ég ætla að eiga 500 af þessum hekturum og þú getur ekki varið það, þá get ég tekið það. Þetta er líka mannlegt samfélag í hnotskurn. En ef þú hins vegar getur varið þessa eignina, þá getur þú haldið henni. En hvað sagði ég? Samningur, allt annar handleggur. Þú getur, varandi samningur, hvenær er samningur gildur? Í hvaða samningi? Hvað gefur samningi gildi? Nú segjum sem svo, ég á 1000 hektara landi og þú á 1000 hektara landi. Landið liggur hlið við hlið. Og við gerum með okkur samning að þessi þarna lækur er línan á milli landareignum. Síðan líða ykkur ár og ég búinn að fara inn á nóttina og setja stein í lækinn og á 2 árum ruddan sér nýja braut, nýjan farveg, nær húsinu þínu. Og ég segi, ég á núna þá landræmu sem er vestan við lækinn. Þá kemur þú og segir nei. Þar sem farvegurinn var, þar er landamörkin eins og við sömdum Þá segi ég, hvar er skjalið? Þetta var handsalaður samningur. Þá segir þú, ég hef vitni að þessum samningi. Aha, þú er vitni að samningum. Þá get ég ekki vefengt samningin. En ef þú hafðir engin vitni að samningnum, og þá get ég sagt, nei, þú lýgur því. Við sömdum að lækurinn var að landamörkin, við sömdum ekki hvort lækurinn mætti færa sig. Þarna... Þetta er bara spurning, hvenær er samningur gildur? Gagnvart hvaða siðferði? Við erum að tala mafjur, við erum að tala eins og með sádi-arabíska mafían eða rússneska mafían eða íslenska elitumafían eða eins og Ítala-mafían og JFK og CIA og þetta dæmi eða hvítu hjálmamafíurnar. Hvaða siðferðisgrundvöll erum við sammála til að geta dæmt þessar mafíur ólögmætar og rangar? Fattar hvað er að fara? Já, ég fattar nákvæmlega hvort að fara. Þess vegna var ég að segja á það, ég er ekkert endilega viss að hópismi sé rangur. Ég er ekkert endilega viss það heldur að ríkiskerfi sé rangt. Þess vegna ákvaða móralska grundvelli á að byggja það. Það er það sem ég mest svolítið áhugavert. En Jesú svaraði þessu Hann sagði, ef ykkur ásalis kyrtilinn, gefðu honum hann. Ef að ykkur slæri þig á vangan, bjóta honum hinn vangan. Að þetta er svo djúp speki að heimskir hópistar þú veist þeir ná ekki einu sinni að móta hugsunina þeir ná ekki einu sinni að móta hana. Hvað áttu við með því? Hver segir að þetta sé speki? Bara því Jesús sagði það? Já, hver var Jesú Pétur? Hver var það? Ert þú til í að gefa mér helminginn af því sem þú átt? Bara því Jesús sagði það? Já, það er spurning
hver er hver er hugmyndafræðin og hver er ég, sko. Þú er að fara eftir spekinni ef þú ætla líka að segja öðrum að taka mark á hann. Hver segir það? En ég held það, að ef þú segir einhverjum að taka mark á einhverju speki, en ferð ekki sjálfur eftir henni, ertu þá ekki komin á sama hásæti og elita. Þau eru alltaf að segja okkur að fara eftir einhverju siðferði, en fara ekki eftir því sjálf. Ég er ekki skjóta á þig, sko, ég ætla að gera það í randi á morgun. En heldur Já, það er bara sama og að segja, Axel, gef mér bara allt súrefnið þitt, sko. Eða gef mér bara helminginn af því súrefnið sem þú ætlar að nota, þá bara dey ég, sko. Þannig að, sko, gefðu mér pláss fyrir hnífið minn í gegnum hjartað þitt, sko. Þessi krafa er svo absúrt, sko. Ég var ekki að gera neina kröfu, en ég ætlaði að reyna að benda, sko, það sem ég langaði að benda þér á, er að, hver er skilgreiningin á hópisma? Það sem þú varst að skilgreina áðan sem hópisma væri spurning mafíustarfsemi og eign. Já, en sko... Ég er ekkert endilega að segja að það sé röng skilgreining, heldur var ég að segja að hópismi er ákveðið hugtak, eða nafn. Hvernig ætlum við að skilgreina þetta hugtak? Það er það sé á við. Það er náttúrulega eins og bókin Stóra og þunga segir að í upphafi var orðið. Og orðið var Guð. Guðlegt. Nei, í upphafi var orðið og orðið var Guð. Í sömum þýðingum, já. Nei, þetta er debatable. Það er margransakað, ég meina, við vitum það báðir. Allavega í því pointi sem ég er að meika, þá er þessi orðræða alveg ágætt, sko, að rafmagnið er í raun ekki til fyrir að hún setur gjaldmælir á það. Fram að því er það bara reynilega ekki til. Góða punktur, það er ágætt. Halló. Halló. Bank hérna, já, það er einu smá bank. Heyrðu, halló. Já, ég heyri. Það var hérna klappin í flösku, hún var að slá skottin á sér utan í borðið og koma að dýkja. Helvítis NSA að skipta spól alltaf. Nei, GCHQ. GCHQ. Það er eina sem að þessar leyniþjónustur komið sér saman að skipta spól á nákvæmlega sama mómenti, þannig að það komið bara eitt klikk. En hópismi mér finnst hópismi, þetta fyrirbæri, mjög áhugavert fyrirbæri. Þeir sem að heitlast að hópisma eru ofbeldismenn. Já, ég ætla ekki að fara að dæma það, en þú mátt það. En þú veist, hvað er hópismi? Þú veist, hvernig á maður að skilgreina hann? Við erum búin að vera að tala um það núna undanfarið, að sko ríkisstjórnin sem hefur verið stofnuð núna er ólögleg. Hún er það. Hún er ólögmæt, hún er lögleg en ólögmæt. Nei, hún er ólögleg. Hvort hún er lögmæti er annað fyrirbæri. Lögmæti og löglegheit eða löggilding er ekki sami hluturinn. Ekki mínum skilningi, sko. En ræðum það, ég meina hver er munurinn á þessu tvennu, að vera löglegt eða ólögmætt? Eða, sem sagt. Ólöglegt er þegar að mafía brýtur sínar eigin reglur. Ólöglegt er þegar að mafía brýtur sínar eigin reglur eða skipulag glæpasamtök brjóta sínar eigin reglur sem þeir byggja upp til þess að halda utan glæpinn sinn. Ólögmætt er svona eiginlega brot gegn náttúrunni eða náttúrulögum, sko. Já, ég er svolítið þarna, við getum einfaldað þetta. Við getum sagt að skipta kyn er löglegt en ólögmætt. Nei, það er einstaklingsfrelsi. Þú getur bara gert það sem þið sýnist við sjálfan þig, sko. Ok. En hins vegar er það fásina ég þurfa að borga fyrir það, sko. Ok. Veistu af hverju ég er að hlæja? Nei. Það spáði að skipta kyn, eða? Nei. Ég er alveg sáttur við Bebban, sko. Ertu að reyna að verða my second wife, sko? Nei, ég ætla að finna mér 2 eiginkonur í tíð og tíma.
Þeir eru búin að klára skilgreininguna á dúógami. Akkur bara tvær, ég meina, hvaða auming þú? Bara tvær, Salomon konungur var með 700 eiginkonur og annað eins af hjákonum, 1400 kettlingar. Já, Salomon var líka frímúrari. Já. I know. Nei, ég er ekki búin að klára sko þeóríuna fyrir dúógami. Ég er búin að hugsa en ég er einhverjum erfiðleikum með að, veistu, það er þetta bara með þetta tailspinning sem þú varst að tala um. Ég er búin að vera í alveg 2 mánuði í einhverju innra tailspinning sjálfur og búin að vera, ég má segja alveg í október, nóvember, búin að vera eiga mjög erfitt með að fókusa. Það tók Salomon konung 3,83 ár að ríða í gegnum grúpuna, sko. Já, samt hann tíma fyrir drottninguna Sípa, drottninguna frá Jemen. Þetta er náttúrulega tákfræði, sko. Já, ég veit. Verð ekki segja á gólemum frá því. Ég held að þau séu nú ekkert að horfa. Erum við með eitthvað áhrif í kvöld? Já. Erum við með? Ok. Erum við búin að fá mörg thumbs down? Nei, ekkert svo leiðis. Þetta er kjarnin, sko. Þetta er ekki mjög mikið af fólki, en svona svolítið. Já, við erum að fá eitthvað 200-300 áhorf, sko. Ég sá líka að einhver djúpkvæðarnir voru komin upp í nokkur 100 áhorf. Það er okkur. Já. En það er náttúrulega, sko, valdstjórnin er náttúrulega bara með 1 áhorf þótt þeir séu allir í mustarinn að horfa á okkur, sko. En það sem að, sko, já, ok. Borga engin afnotagjöld, sko. Helvítis plebarnir. Það sem ég var að tala með stjórnarskráin og stjórnarskráin segir skýrt að forsetinn á að skipa ríkisstjórn, hann á líka ákveða fjölda ráðherra og hann á úthlutaði verkefnaskiptingu. Þetta segir stjórnarskráin. Þetta var bara gert í Viðreisnarstjórninni eftir 44. Það verður svo mikið partí þegar ég verð forseti á Íslandi. Ég er að bæta í kosningalóforðin, sko, að alltaf 5 mínútum eftir einhver dæmdur fyrir notkun á fíkniefnum eða smygli á fíkniefnum, eitthvað svoleiðis, þá mun ég ná það bara. Það er gott, sko. Og ef að menn eru að koma sér undan ofbeldis innheimtum sköttum og eru dæmdi fyrir það sem þeir kalla skattsvik, 5 mínútum seinna náðu þeir. Alveg bara með það sama. Ég var bara með stimpil, sko, bara náða. Og það verður partí, sko, Og svo mun ég bara náttúrulega skipa mína ráðherra, skilur. Og rúla landinu með reglugerðum. Ef þú situr ekki, það er reglugerðir sem mér þóknast sem ráðherra, þá rekið þið samstundis og fæ annan ráðherra sem er til að gera þetta. Og ég mun alltaf reka alla hræsnaréttardómara með það sama. Þeir verða bara 5 mínútum eftir ég kom með embættið, þá eru þeir allir konum við uppsagnarbréf í hendurnar. Og þá er engin dómstóll í landinu. Og alla hina plebbana, sko, þannig að, hvað er heita, héraðsdómara og allir, ég bara reka alla dómara landsins með það sama. Sem þýðir að allt dómsvald færist til forseta, sko. Síðan mun ég afturkalla lög. Þau lög sem eru ofbeldishneigð gegn víkingum Íslands. Þau mun ég bara afturkalla undirritun forseta. Like that. Ætlarðu líka að flytja heim til Íslands? Nei, ég bara stýri þessu hérna frá Frelsi TV Headquarters. Hvað ég var að þvælast þarna, ég ætla bara að leigja Bessastaði. Akkur ég að fara í einhvern danskan hæsnakofa? Hvað er það? Á að rífa þessar byggingar. What's that? Sko, nei, bara leigja þetta út og... Taka myndir að þeim og rífa þær, jarðítan á þetta. Nei, það er beiskja, sko, að nota. Það er engin beiskja, bara rífa þetta. Við bara leigjum þetta. Opnum hórhús. Já, ég er fylgjandi því. Já. Ætlar að hafa hverja hórur af öllum kynþáttum? Já, það er bara þeir sem vilja vinna við hórdóm, þeir fá bara aðstöðu. Ok.
Já, ég er hrifinn af þessari pælingu. Ég er svo mikill baráttumaður fyrir réttindum vændiskvenna. Já, það sumir sem hafa gaman að ríða fyrir penning. En sko, það svona, verður svolítið stönd aldana þegar ég verð forseti yfir Íslandi. Það verður tekið eftir því allan heim. Sko. Alveg klárlega. Það verður tekið eftir því. Nú er danska drollan bara inn á klósett alveg í fósturstöldugunum. Nei. Já, nei. Og það þýðir náttúrulega ekki að opna drekkinga heila aftur af því að það UNESCO á það núna. Jú. En hins vegar er hugsanlegt að að láta UNESCO fá höfuð þeirra sem skrifu undir á bara fati. Hrifinn af þeirri pælingu. Þetta er liðið sem að þið gerum samninga við og þið getur bara að tala við þá með hausana þeirra og heila. Kemur okkur ekkert við. Og ég meina Íslendingar hafa gert þetta áður við svipað veldi. Þeir skiluðu hausnum af kaþólsku landaþjófunum á fati. Ekki það að ég er náttúrulega algjörlega á móti öllu ofbeldi, sko. Og þessi rás er flokkuð sem entertainment, sko. Þannig ég vona að menn fari ekki að beita ofbeldi, sko, fyrir mín orð. Heimskar en allt sem heimst er og heimskingjum er ekki heimilt að horfa hér á. Það er samningsbrot. Getur þú endurtekið þessa setningu? Hverja það? Heimskíkir heimskar en allt sem heimst er og heimskíkjum er ekki leyft að horfa á þessa rás. Já. Og hver er metafísiska skilgreining á heimsku? Ég er ekki metafísik bara hoax. Ég veit það ekki. Ég ætla ekki að voga mér að fara í annað teilspinning. Nei, þetta er svolítið að passa teilið núna. Nei, alls ekki. Ég er ekki viðkvæmur fyrir svona hlutum. Nei. Alls ekki. Nei. Nei, það er alltaf með svona alls konar brambolti, þá kemur eitthvað skemmtilegt upp, sko. Já, ég held að ég sé með næstu því að þykkan skráp og þú, sko. Ja, það komir óbærslega óvart teilspinnið, sko. Ég var að játa það og ég var svona með smá samvinskupið, sko. Já, nei, ekki hafa það. Nei, ég veit að þú vilt það ekkert, en það kom svona smá, ég spá ég betið sló ég á fast, eða veit hvað. Já, ég held að, ég var nú að reyna að útskýra fyrir það, kannski mistókst. Já, nei. Það er enginn að kenna þér mitt eða neitt, sko. Nei, ég tek það ekki þannig, en þú veist, maður samt reynir, maður svona, veist, ég er ekki hlindur ofbeldi, sko, þannig að ég að tekka á línunni hjá mig líka, sko. Þú ert algjörlega miskilið það. Já, en teilspinnið er spennandi, sko. Já, það er. En það er, sko, það er kenning sem segir að, sko, kvöl mannsins er mismunurinn á því sem hann telur sig vera og það sem hann er. Þar liggur kvöl mannskepnunar. Og sama er með það að sko munurinn á því sem að þú telur vera raunveruleikann og það sem er raunveruleikinn er kvöl þín, sko. Og og þess vegna var, sko, veist, þegar að maður fer svona, sko, þegar maður er að hlusta á, sko, trúboða sem er að boða fyrir manni trú, sko, þá eru margir sem hlaupa svona á einhverja óskykju lest, sko. Og náttúrulega hafa verið í kirkjum í 10 ára og þú veist það sjálfur að maður lærir óbærslega mikið, sko. Í alls konar fólkmálum, sko. Og maður sér að margir hafa stokkið á svona einhverja vúdú-lestir, sko, eða svona og þeir krassa alltaf fyrir rest, sko. Og ég hef alltaf tekið þetta alveg bara verið á jörðinni, sko. Ég hef aldrei tekið neitt flug, sko. Og þess vegna er alltaf mitt fallið bara bara dugg. En svo eru margir sem eru bara alveg hérna, sko. Og svo þegar raunveruleikinn kemur, þá er svo mikið hrap, sko. Það bara, veist, hrynur allt, hugmyndakerfið og bara allt hrynur. En þú ert líka stendur svo vel að því að þú veist hvað raunveruleikinn er, sko. Ég
hérna virði trúfrelsi og raunveruleika frelsi út í ystu æsar sko. Þannig að sko ég get farið með þér á bíómynd og upplifun okkar alveg gjörólík sko. Já, og það þýðir ekkert að þú hafi rétt fyrir þér og ég rangt fyrir mér eða öfugt sko. Eins og þú lýstir með lærleggjuna og konuna þína. Já. Nei, mér finnst það mjög áhugavert saga vegna þess að maður hefur tekið eftir þessu með konur að þær lesa stundum allt annað táknmál heldur en við lesum. Já. En og mér finnst það mjög áhugavert vegna þess að hvað tungumálið og Já. Eins og þú veist þá ég stórlega efins það að ég viti hvað veruleikin meðan að ég á ekki mitt eigið tungumál til þess að lýsa veruleikanum. Svo á ég það til reyndar stundum, það reyndar sérstaklega með konur sko, það sennilega bara því ég karlmaður. Stundum horfi ég á konur og ég að hugsa hvernig hægt að vera svona ljótt fyrirbæri. Hvernig þetta fræðilega mögulegt? Ég að horfa á, þá ég að spá í hlutvöllin sko, það augun sem eitthvað, veist, akkur þessi manneska svona ógeðslega ljót fyrir mér? Og þá fer ég aftur í þessa artísku störu sko. Og þá þessar kellingar oft bara, hann að reyna mig og veist. Það alltaf, ef þú horfir á konu, það bara að þú vilt ríða henni sko. Það svo margt skrítið með þarna, þess vegna ekki hægt að gera reglugerð hvað náttúruleg kynhegðun. Í trúardómstólum eins og hræsnarétti, landsrétti og héraðsdómi, þá getur bara gert það sem þið sýnist. Það stundum gert að grína þessu í kómiks líka. Ung stúlka ávarpar miðaldra karlmann og hann alveg sannfærður að hún sé raunin að bjóða sig sko. Já, einmitt. Það oft gert grína einhverju sambarlegu með það sko. Nei, það náttúrulega sko eins og með járnbrautarslys, þú veist, þú sér tvær járnbrautir nálgast sko, þú getur bara ekki hægt að horfa sko. Já. En það þýðir ekki að þið langi akkúrat að vera á milli þeirra sko. Einmitt. Þetta sko Veist, þetta áhugavert með, veist, við vitum í rauninni ekkert hvað við erum. Og ég veit hvað ég Já, ég veit að þú með það hreinu, en ég sagði það, þú veist hvað veruleikinn sko. Ég veit hvað minn veruleiki Já, ég veit. Það mikið forskot. Ég veit ekkert það sjálfur. Ég kæri mig ekki lengur að vita. Og hvernig aðrir túlka það sem þeir sjá, heyra eða hvað að gerast fyrir þeirra. Og mér finnst það ekkert endilega vera sko, vera svo mikið atriði að fólk sjá veruleikann, þú veist, á sama hátt sko. En ég skil ekki sko, það náttúrulega eitt af einkennum þeirra sem illa haldnir af hópisma, það alltaf að pæla hvað hinum finnst sko. I simply don't give a fucking shit sko. I know. Og ég meina, ég alltaf til í að hlusta rök og veist, ofta að það nú svona bent mér á gagnlega hluti, þá þakka ég fyrir það og tek það. En svona tilfinningalegar ælupestir bara, þessna regnhlífar og regnkápur sko. Það bara svo hver vitleysa sko. En hópisminn alveg ótrúlega lægveis andskoti sko. Og það andskotin endur holgaður sko. Aftur og aftur og aftur alltaf þessi hópismi sko. Og það einhver svona þetta einhver svona mannlegur akkillesarhæll sko. Eins og þegar ég sagði, held ég, hvort að ég var það ennþá að tala við útvarp sögu. Ég sagði sko að innheimta skatta með valdi væri glæpur. Og það bara, og hvað þá? Ég meina, það vill enginn borga skatta? Nei. Ef þú ert fullur niður í bæ og gubbar yfir alla, það vill enginn ríða þér sko. Það þýðir ekki samt að þú getur bara tekið næsta mannesku og ríða henni.
þú veist, menn einhvern veginn fastir í þessari hópista ælu og bara eru svona að nýta síðasta varman í henni einhvern veginn, sko. Og ég reyndar, þú manst eftir tímabilinu þegar ég var að fara í gegnum réttindi, mannréttindi og öll þessi réttindi, sko. Það tók mig bara 6 eða 8 mánuði að bara að brjóta þessa hugsun, mannréttindi. Já, þetta er náttúrulega mannréttindi, sko. Þú veist. Leið og krefst mannréttindi, það voru tapað öllu, sko. Og já, eignarréttur. Ég sagði var alltaf að segja eignarréttur, sko. Það er bara blekking, sko. Og þá fer maður aftur í að leggjast í biblíuna, sko, ég er. Þú getur ekki einfalda hlutin meira en þetta, sko. Það er bara, þú veist, það er í raun öll mín vinna snýst þessa einföldun, sko, að taka flókin fyrirbæri og einfalda þau alveg niður bara ég er. Punktur. Hvers vegna erum við þá alltaf að tala við annað fólk skoðanir okkar? Já, það er af hverju leitar hundur í spýju sína, sko. En nákvæmlega. Það er smá varmi í henni, sko, og það er eitthvað svona þægindarammi þar, sko. Ég sé oft hundar borða spýju sína upp á vissu marki. Já, og ég meina þú sumarspýju, ekki aðra. Þú borðar vininn í Andersfjöllunum til þess að komast af, sko. Og hundar borða kúkin og salan sér. Já. Þetta verði ég náttúrulega vitna. Þetta er sérstaklega algengt með seferhundar. Einmitt. Og ég eins og þú veist, þá hef ég nú oft sagt í vídeóm, sko, að nú er ég hættur þessu. Af því ég sé ekki tilgangin í að gera þessi vídeó. Ég sé ekki tilgangin í að ranta. Ég sé ekki tilgangin í því okkur opna ég stundum Android síma minn og opna, þú veist, ég kannski hóð mér síðasta smókin fyrir háttinn, þá kveiki á Android símanum og opna YouTube appið og sagði, er ég með eitthvað view á síðasta vídeó? Ég hef komið upp í 40, bara uploadaði fyrir 3 tímum. Vá. Þetta er bara... Okkur það skipta mig máli, ég meina. Guðjón, þetta er nú bara eins og hvert annað kettlinganöldur, sko. Þess vegna gerði ég nú heila kartún fyrir þið með þetta, sko. Já, ég var mjög ánægð með þessa mynd. Þetta er reyndar. Ég gat ekki staðist þannig að höggva, sko. Þetta er reyndar ákveð heilbrigðismerki. Ok. Að sko, þetta er heilbrigðismerki. Og þetta er, sko, þú manst að Frosti er alltaf að segja sér geðveikur, sko. Og hann er að segja sér obsessed og með, sko, hvað segir hann? Já, með þráhyggju, sko. Og þessi signal sem að bæði þú og ég höfum fengið ok, nú er ég bara búinn. Þetta verkefni er búið. Að það eru heilbrigðismerki, sko. Að, sko, og eru alveg rétt statement þegar við höfum settu fram. Hins vegar koma þá kaflaskil. Og ég teki eftir í þinni orðræðu líka. Þú segir bara, já, nú er ég bara hættu, ég ætla bara að loka öllu draslinu. Og svo kemur eitthvað svona smá pása og síðan kemur bara alveg með nýtt, sko. Þannig raun lokaður ákveðnum kafla, sko. Og síðan opnaður næsta kafla, sko. Þannig þetta eru heilbrigðismerki, sko. Ef þú nærð ekki að framkvæma þetta, þá verður obsessed og sekkur í þessa þráhyggju, sko. Já, og það er eitt sem okkur báðum hefur tekist, sem eru gríðarlega mikil heilbrigðismerki, að við höfum bara skilið fullt að drasli eftir, sko. Já, ég hef átt auðvitað með það. Tiltölulega. Já, og við svona bara, ok, við erum búin að setja hérna hlutina fram og við erum búin að segja þetta og það er enginn að hlusta á, allir bara eru hálfvitar og heimskingjar. En núna ætla ég að tala um eitthvað annað, sko. Já, mér finnst það eiginlega og sumpart í öllu þessu ferli, það er meint verið eitt af því skemmtilegast, sko, þegar maður fer úr einu yfir í annað, sko. Helgi Hóseðason, hann er gott dæmi, með fullri virðingu, hann er alveg superstjarna, sko, en hann festist í þráhyggju, sko.
Þú veist, sko, við lokum, þú gerir reynda svona meira yfirlýsingar og ferð að kveiki alls konar brúm og skella hurðum og veist það svona meiri flugveldasýningar í kringu þig. Ég ger þetta aðeins meira svona silent, sko. En Helgi festist bara í einhverju svona og fór, sko, í sömu þráhyggjunni fór hann út á götu með alltaf sama skiltið, sko. Við erum með skilta seríun á eftir okkur, sko. Og bara move on, sko. Ég myndi hafa áhyggjur af því ef þessi hugsun kemi ekki upp hjá þér að hætta þessu helvítis rugli. Já, ég veit það eins og núna, ég er búin að vera í 2 mánuði í einhverju svona lægð, hvort hún er andleg, líkamleg, tilfinningarleg, vitsmunaleg, ég veit það ekki. En hausinn er á fullu. Já. Hausinn er alveg á fullu alla daga, en samt einhvern veginn næ ekki að hengja mig á neina hillu, næ ekki að fókusa á neitt þráð. Það koma einstaka sinnum eins og í dag komið svona tímabil að ég náði aðeins að ranta smá. Já, ég náði reyndar ekki að hlusta nema 1,5 vídeó frá þér í dag. En það er það sem að Peter Waters, sem er Roger Waters, sem er einn af mínum uppáhalds tónlistamönnum, hann sagði að lykillinn að góður í tónlist er ekki tónarnir heldur þögnin. Já. Og þess vegna allir hef ég verið svolítið þögull núna, að það eru ákveðin tilgang. Þetta er samsari. Nei, þetta er copycat. Þetta er lítið chippið, maður. Að þessi þögn mín hefur náttúrulega fyrsta lagi, ég náttúrulega verið að byggja bara upp þetta internetapparat mitt, sko, og er að koma svona yfir erfasta hjallan á því. Og en líka ákveðin taktísk þögn, sko. Það verða að vera þagnir í þessum ferli. Upp á þessu marki, sko. Þetta er mikið list, sko. Þetta er hvað maður er að reyna að gera. Ég lagði upp með ákveðna hluti fyrir 3 árum sem mér var skipta máli og ég er á vissan átt búinn að rekja þann lopa út á enda. Ég er komin eins langt út á plankan og ég allan kemst að sinni. En ég finn að það er sérst eitthvað að gerjast. Ég veit ekki hvað tekur við. En það er eins og að vera, sko, þegar við byrjuðum allavega með djúpkafanir, sko, þá var svo mikið að tjaldtælinn sem við bara vissum ekki einu sinni, sko. Já, vá, sko. Ég í dag, þú veist, þá er ég svo vitundarlega, eða fyrir 3 árum eða 4 árum, wow. En það sem er svo merkilegt er að valdstjórnarveldið er bara hrynja. Þetta er bara, þú veist, það er bara, dómstólarnir eru bara prump, sko, og eru bara, innanfrá bara eru menn að segja, já, þetta er bara vitleysa. Bara menn sem að vinna alla sína ævi eru bara að taka undir með okkur, þetta er bara rugl. Mér langar að segja örfá orðum þetta, en svo verðum að endur að fara slúta, því að ég Salka þarf að fara út og ég þarf sjálfur að fara líka. Já. Ég átti að elda kvöldmat og svona, en þú veist hvernig ég hef alltaf, þú veist, þegar þú og fleiri segja að það er að koma vöknun, það er að koma höfuðfarsbreyting, þá segja ég alltaf nei, hún er ekki að koma. Og það er þú veist, ég hef náttúrulega oft rökstutt okkur ég læt svona. Þannig ég þarf kannski ekki að gera það aftur, en þetta er partur af því ég vil ekki telja sjálfur með trúum eitthvað. Ég sé svo marga að gera það. Og veist, eins og með chemtrails, ég sé alveg chemtrails en ég trúi ekki á þau. Þú veist, ég ætla ekki að stoppa á einni hillu og allt það, bla bla bla, við erum búin að fara oft í gegnum þetta. En varðandi valdstjórnarkerfið sé að hrynja, þetta er svona breaking the set moment, sko. Ég segi já, ég sé að það er að hrynja. Núna sé ég það. Og ég sé það af ákveðinni ástæðu. Það er bara ein ástæða fyrir því að ég segi já, ég sé það. Og hún er svo hvað það er rosalega mikil herferð í gangi, sérstaklega síðasta hálfa árið. Kannski er það búið að vera aðeins lengur. En það er búin að vera rosaleg herferð síðasta hálfa árið í að sannfæra fólk alls konar vitleysu. Og það er að intensifæðast. Það er að verða þú veist, eins og þetta nýjasta, að sannfæra fólk að ruddaskapur og dónaskapur og vanþroski sé kynferðislega áreitni til hægri og vinstri og búa til alls konar pælingar
Eða eins og þessi nýju stjórnarsáttmáli, við ætlum að leggja rosalega áherslu núna á Parísarsamkomulagið og allan þann pakka. Að sannfæra fólk með lögum það að man-made global change sé staðreynd og auka skattheimtuna sem að fyrir beint í Sameinuðu þjóðanna. Það sem að Þú veist, auka lögmæti þess að ríkið á fyrsta rétt á börnunum þínum, hvort sem að taka þau af þér eða einprenta þeim. Þú veist, að valdstjórnar elitan, hvort sem þessi stjórnmálalega eða þessi akademíska eða þessi fjármálalega, hún á allan rétt á þér. Kengúrurétturinn má dæma þig til hægri og vinstri fyrir hvað sem þeim dettur í hug. Hvað það þú veist, það miklu meiri áhersla í dag, bara 2017, á það að sannfæra fólk lögmæti elitunar, eða réttara sagt átrúnað á elituna, heldur en við höfum séð í marga áratugi. Já, ég held reyndar sko að það ákveðið einkenni, eins og þetta svona Bonnie and Clyde einkennið sko. Að þau vissu náttúrulega að þau voru feig sko. Þannig að loka sprettir skipulegra glæpastarfsemi svakaleg sko. Og að því að sko það alltaf ákveðin vendipunktur sko. Og þess vegna til dæmis sko þessi Jordan Peterson samnefnari Móse sko. Að þeir að senda, ég tók eftir þessu því ég var í hagsmunasamtökum heimilanna og þar var sú uppfinning sem ég stoltastur af sennilega bara í mínu lífi, uppfinningin greiðsluverkfall sko. Að það var enginn að tala við okkur í hagsmunasamtökum heimilanna þegar við byrjuðum sko. Það var bara eitthvað svona saumaklúbbur sko. Þegar við boðum til greiðsluverkfall þá byrja allt í að koma fullt af svona fólki sko sem vildi tala við okkur. Hjálp okkur. Og nóttina fyrir boðað greiðsluverkfall þá var ég boðaður á fund upp í Mosfellsbæ með aðilum úr stjórninni, hagsmunasamtaka heimilanna, og á þeim fundi voru prímadonnur elitunar. Ætliði alvörun að gera þetta? Ætliði alvörun að fara í greiðsluverkfall? Skilurðu? Og þeir mættu fysiskt á fundin til þess að tala við okkur sko. Og eins og ég segi, eina sem að mafíósi skilur kúla í hnakkan. Hann skilur ekkert annað. Sama með taflmenn, þeir sem í skák. Eina sem þeir skilja breytt staða á taflborðinu sko. Það skiptir ekki máli hvernig þeir líður. Það bara, wow, byrju nú við. Byrju, af hverju farið hann riddarann hingað? Hvað þetta? Skilur? Já, ég skil þessu liti. Þess vegna hefur boðskapur Frelsi TV og mikið af því sem þú hefur verið að segja líka. Þú ert reyndar svolítið inn í þessum hópisma með þjóðar, með endurreist þjóðveldi. Nú kemur með samsærið, sko. Já, þeir eru alveg sátti við það, sko. En hins vegar þetta sem ég verið að segja, hlutir, eins og greiðsluverkfallið, það pirraði það mjög mikið. Að innheimta skatta með valdi glæpur, bara, þeir hafa sent 2-3 þingmenn til þess að snúa út því, sko. 2-3 þingmenn voru bara að snúa út úr þessari hugsun, sko, í beinni. Og og svo eru þeir með svona alls konar fíneri í forsetaembættinu sko. Lykillinn að ofbeldi valdstjórnarinnar liggur í forsetaembættinu. Svo þú verður forseti þegar að elitan hrynur? Bara boðskapur minn það
að ég sem forseti mun bara sýkna menn svona. Já, varst að taka undan skatti? Já, flott, þeir eru glæpur, bara sýkna þér 5 sekúndum eftir dóminn. Þú veist, þannig er bara búið að tefla leiki sem að þeir bara, veist, ég er búin að tapa skákinni. Og og þessna er ég búin að sitja uppi vefinn axelpetur.is og það er styrktarknappur þar. Og þar mun ég keyra mína kosningabaráttu fyrir forsetaembættinu í þeim tilgangi að leggja niður valdstjórnina. Þetta er svona hostile takeover. Já, valdstjórnin, hún er áhugaverð blekking. Skipuleg glæpastarfsemi. Já, en til þess að vera með glæpastarfsemi þarf að brjóta einhver lög. Það er lagmæti. Nei. Það er mikill misskilningur. Lög eru blekking. En þá eru glæpir það líka. Glæpur er hugtak. Metafísiskt hugtak. Já, sko, í upphæði var orðið og orðið er Guð. Skrifaði hver? Ég skrifaði þetta, sko. Ég er Axel Pétur, skilur. Fyrst kom hann hérna lærlingurum minn, hann Jesú Pétur, sko, og gerði alls konar usla. Og svo var ég sendur hérna Axel Pétur til að hreinsa upp síðasta mess anskotans. Já, hver er munurinn á ljósengli og ljósengli? Já. Maður blindast að þeim báðum. Veistu hver er munurinn á ljósu og myrkri? Ég veit hver er munurinn á birtu og myrkri, en ég veit ekki hvað ljós er. Let me rephrase this. Veistu hver er munurinn á ljósu og myrkri? Ég veit ekki hvað ljós er. En ég veit hver er munurinn á birtu og ljósi. Nei, birtu og myrkri, fyrirgefðu. Munurinn er bylgjulengd. Nákvæmlega. Þegar ljósið er í myrkurs niðursveiflu eða birtri uppsveiflu. Myrkur og birta er borin af einhverju bylgju sem heitir ljós. En ég veit ekkert hvað bylgja það er, ég veit ekkert hvað rafmagn er, ég veit ekkert hvað Guð er. Ég veit hins vegar hver minn sannleikur er. En ég treysti mér ekki til þess að skilgreina það með bara 1000 vídeóum. Ég held ég þurfi nokkur 1000 vídeó í viðbót til þess að nálgast innganginn, sko. Já, það kemur inn á vessið, allt er leyfilegt. Nei, allt er leyfilegt en ekki er allt gagnlegt, sko. Já, nákvæmlega. Þannig að maður er sífellt, sko, þetta er svona svipað eins og með korkskrúfu, að þegar þú ert í fyrsta hring þá skilur það sem er, ef við gefum okkur einhverjar áttir í snúningnum, hvenær ertu 12, 3, 6 eða 9. Einmitt. Þegar þú ert búin að fara 1 hring og ert komin aftur á 3, þá ertu fann að sjá það í annarri vitt, svo ferðu annan hring og annan hring. Þú ert alltaf að koma aftur og aftur á 3 en í mismunandi vittum. Og þú ferðu að átta þig á því að allar þessar hugmyndir sem við gerum okkur eru eftir sem áður bara hugmyndir. Þetta vissi ég svo sem fyrir 10 árum, en ég er búin að fara nokkra hringi í kring og sjálfa mig síðan eins og hvolpur að elta skottið á sér. Og ég er komin á þann stað að mér er drullu sama hvort það er elita eða ekki, hvort það er hópismi eða ekki, hvort það er lögmæti eða ekki, löglegt eða ekki. Ég sé sífellt betur og betur að það er til eitthvað sem ég get ekki skilgreint. Já. That's it. Hefur hlustað á bókina Stefáns Milju Universal Preferable Behaviors? Nei, ég ætla mér ekki að gera það. Það er merkileg bók. Ég var eitthvað að hugsa hana daginn og sagði að Axel vorst að tala um þetta og svo þá mundi ég eftir, ég man bara ekki hvort ég raddaði hana, ég var að hugsa það. Ég fer að setja eintöku skilyrði til að koma á Fremsti TV.
hlusta á það. Ég áttaði mig á því að þessi bók hefur verið margskrifuð af svo mörgum höfundum, sko. Þessi pæling, Universal Preferable Behavior. Nei, ég bara man ekki auðvitað hvaða rök það voru. Það var eitthvað sem ég rakst á í haustum á mér. Þú veist, það til svo margt maður af þessum toga. Þetta ekki svolítið svona judge the book by its cover? Jú, algjörlega. Ég er búin að ákveða að ég vil ekki hlusta á þessu bók, en ég er ekki búin að dæma hvort hún er góð eða slæm. Hún er masterpiece, sko. Já, ég ekki áhuga. Fyrirlutin, sko, svo fer hann að pæla ykkur á svona lausnir og þá er bara komin alveg á kafi hópismann aftur, sko. Já, ég hef enga þörf fyrir heimspekina Stefán Múlín eða Milju eða hvað þú vilt kalla mig. En ég hef hlustað á hann stöku sinnum og hann hefur komið með punktar sem er áhugaverðir. Ég var mjög ánægður, hann kom einn punkt sem hafði mjög mikil áhrif á mig og það var punkturinn hver óla upp ábeldismenn. Jú, það er einstæða maður. Og það var bara flottu punktur, sko. Og ég man ekki, sko, það var einhvern tímann ég man ekki hvernig það var, sem ég var búin að vera að pæla í þessu fyrir bara genocide, svo ég var búin að vera að ranta mikið að all genocide væru meira eða minna propaganda, að meiri hlutin af þessum genocide sem okkur er sagt að hafi verið framkvæmt, hafi ekkert verið framkvæmt, þessu meira eða minna upp til hópa lygi. Og það er búin að var skemmtileg pæling og ég fékk nú nokkra borðtuskurnar á síðan tíma út af því. Að ég skildi voga mér að trúa ekki á exterminationisma. Og síðan var ég eitthvað að pæla og svo allt í einu fattaði ég, það er búið að vera að segja við mig alla mína ævi að trúarbragðaríkin hafi staðið fyrir mig öllum genósætum og ég sagði, stærstu genósæt mannkynsins sem hafa verið gerð af sósíalistastjórnum og lýðræðislegum húmanismastjórnum og svo var ég eitthvað að pæla í þessu. Ég man ekki hvort ég var að byrja að tala um þetta, en þá rakst ég á það að Stefán hafði fjallað um þetta sjálfur í ykkur vídeói. Og ég sagði, já, sæll, þetta má hann eiga. Hann er klár kallinn og kemur með marga góða punkta. Ég man vel eftir vídeóinu þar sem hann var að tala um að hann væri komin á þá skoðun að aþeista klúbbarnir væri miklu móralist óheiðarlegri heldur en sko trúarlegu klúbbarnir, sko. Ja, hann hafnaði atheismann, sko. Já. Þannig mér Stefán er eldklár gaur og svona, en ég hef ekki áhuga á þessari bók. En eins og heyrir, ég hef hlustað á nokkur vídeó með hann. Þegar ég var búinn að hlusta á nokkur vídeó með Jordan Peterson í vetur þegar ég komst að þeirri niðurstöðu að ég er það debunka hann, ég veit ekki hvort ég debunka hann rétt eða þannig að öðrum líki, en svo tók ég eftir að þú debunkaðir hann líka og eftir því sem ég veit er ég og þú þeir einu sem hafa debunkað þetta fyrirbæri. Og mér finnst eiginlega bara fyndið að fólk sé ekki sjá gegnum hann, sko. Það er orðið svo erfitt, sko, að það er búið að blokkar alla sem er að segja eitthvað að vita á YouTube, sko. Það er líka að gerast eins og Morris, hann var lokað á hann í tvær vikur og hann var bara að segja í viðtali núna í fyrradag, fyrir nokkurnu dögum vikur, sem ætlaði að vera að segja eitthvað, hann sagði, stoppa þig hér, ekki bara að tala um þetta, vegna þess að þá verði lokaður á YouTube aftur. Og hann er bara að upplota öllu sína á öðrum rásum líka, sko. Og þetta er svona svolítið fyndið, sko. Svo var það Shabby-vinnur okkar, hvað er það? Hver? Já. Jim Howe. Jim Howe, hann var lokaður og líka Return of Pinter ásina, hún var lokuð. En ég fann þess að einhverja þriðju sem hann hefur ekki notað í 5 ár, sem heitir eitthvað Mr. George Jettison eða eitthvað svoleiðis. Já. En sko það sem og þá fórum maður að fatta, sko, að hvað er til á YouTube sem hún finnur ekki að því YouTube vil ekki sýna þér að þessi til. Og svo veistu það að Anti-Defamation League er ritstjóri á YouTube núna? Ég vissi það ekki, sko. En þetta er svona svolítið, það sem er eitt sem er svolítið áhugavert, sko, er að, þess að við erum að horfa á að elitan, ekki bara á Íslandi, heldur víða heim, er núna að berjast í offorsi fyrir því að reyna að sko herða á því að sko hún er að skylda fólk til að trúa á sig.
þegar þú sér fólk þetta eins og með kaþólsku kirkjuna á sínum tíma. Sko, nornaveðarnar og galdrabrennurnar voru verstar síðustu öldina áður en sko mótmælendakirkjurnar voru að koma. Já, í dauðatíum kerfis, sko. Þegar kaþólska stjórnkerfið var búið að afsanna sig í hugum fólks, þá fór það að sko banna fólki að missa trúna. Já, en ég held að þetta sko þess Rómaveldi gerði þetta, þeir fóru að krossfesta kristna vegna þess að kristnir og hendaði fyrir ljónin af því þeir trúðu ekki á stjórnkerfi Róma. Þetta er sama mynstri endurtaka sig. Er okkur sagt, sko? Já, þú veist. Ég held reyndar sko að það hefur verið kenning að vaksa í höfðan á mér undanfarið. Ég held, sko, því að sko til þess að skilja elitunar þarf það að skilja eitur, sko. Til þess að skilja nútíma læknavísindi þarf það bara að skilja eitur. Þá skilur hvað er í gangi. Sko, ég held, þessi kenning hefur verið að mótast í hausnum á mér, að nornabrennunar voru hjúkruna og læknastéttinar, sko. Já. Sem voru að eitra fyrir börnum og fyrir fólki. Og ef svo heldur fram sem horfir, þá munu núverandi lækna og hjúkrunastéttir vera brenndar á báli. Það er verið undirbúið þá við svona. Elitun er alveg saman það. Já. Ég tek undir þetta, ég sé hvort þú ert að fara með þessu. Það er eitt Illuminati-kart sem segir, sko, CDC-kartið, sko, láttu hjúkrunarfólkið og lækna dótið, sko, eitra og ná fram markmiðum okkar í að drepa fólk, sko. Því ef það fer illa, þá er þetta fólk allt saman drepið og það kemur ekki tilbaka til okkar. Og það er inn í planinu hjá þeim, sko. Og þegar menn er að tala ríkasta fólk veraldar, sko, þá er menn að tala Bill Gates og Tim Bezos hjá Amazon, eitthvað svona. En það er enginn að tala liðið sem á bara prentvélunar, sko. Já, það er þess að ég var að skjóta á því áðan þegar ég sagði ætla þú þá verða forseti. Ef að elitan sér ákveðin tegund stjórnkerfis er að hrynja og hún leyfir því að hrynja og leyfir hún bæði býr til, eins og Lenin talaði, the best enemy is the enemy I control. Og þetta er svona svipað eins og ég verið að tala mjög mikið að conspiracy theoristar og marginal media lið og mótmælendur og aktivistar og svona dót allt stýrt. Þetta er partur af, þú veist, no pun intended, þú veist, að þetta er partur af því að styrkja hítruna, styrkja dýrið, eða rétt áður en að einn haus hverfur og annar haus kemur. Þetta er allt sjónhverfingar. Og þannig að það er svona, þú veist, fólk er rosalega fljótt að stökkva, já, það er núna hugarfarsbreyting, já, það er núna vakning, já, núna fyrir elitarnar hrynja, en byrju, ertu þá tilbúin með eitthvað sem tekur við? Eða ætlar að treysta á að einhver önnur elita komi með það, eða einhver Che Guevara komi með það, eða einhver Castro, eða Trump, eða einhver nýr guð, eða eitthvað annað. Þú veist, og þegar þú gagnrýnir til þess hópisma, það er rosalega vinsælt að gagnrýna þennan svokallaða hópisma og ég þekki fleiri aktivista heldur en þig. Það er til fullt af fólki sem eru aktivistar sem er ekkert endilega hrifnir af frelsitífi en eru sammála því að hópisminn sé eitur. Það er eiginlega enginn sem er á þeirra línu nema bara kannski Edvard Griffin. Já, verð ekki á viss. Ég er hvað heitir hann í sögunni velhöggvandi og vel hlustandi og svona og hann gaurinn við Bifröst hvað heit Heimdallur ég heyri stundu grasið vaksa að sko við getum ekki komist hjá því að nota hópisma. Við komist ekki hjá því og við komist ekki hjá því að vera með stjórnkerfi. Spurningin er hins vegar á hvaða grunni það er byggt.
eins og Jósúa Maríusson bent á. Það byggt á sandi, eða það byggt á kletti, eða það sem Guy Ellis segir, það á fljúgandi teppi. Og við gerumst öll sekum fljúgandi teppi, líka Axel Pétur. Hvort sem að hann heldur að fljúgandi teppi hann sé bara 1 tommu frá jörðinni eða ekki. Við erum öll með fljúgandi teppi undir okkur. Hópismi ofbeldi. Það mjög áhugaverð fullyrðing. Ef að ofbeldi í lausninni eða hugmyndinni þá var nónýtt. Skilgreindu hvað rangt við ofbeldi. Ég ekki hrifinn af ofbeldi, en ég átta mig á því að það fljúgandi teppi. En nú verð ég að fara, það eru 2 hundar farnir reka eftir mig að komast út. Og Salka mín mjög ákveðin, hún búin að koma og banka í borðið með skottinn á sér þarna. En þú veist, við verðum að efast öll fljúgandi teppin okkar, hvert einasta hugtak á þessu fljúgandi teppi. Þú veist, leið og bara segja eitthvað hugtak, hvort sem það hópismi eða heilagur andi sé einhver veruleiki. Já, ok. Ég sennilega eini maðurinn í heiminum sem að algjörlega að stræka á hópismann. Edvard meira segja aðeins að tala hópisma lausnir, sko. Já, ég finnst þetta allt saman áhugavert, sko. Fólk áttar sig ekki á því að leið og það að kalla á breytingar. Fólk átt að kalla á breytingarna vegna og ofta tilfinningarlegum ástæðum. Og það ófært að skilja DEF. Það ófært það með að því að svo upptekið af ABC. Fólk fíflegt til hópa. Já, fólk mannabær. Fífl allt í lagi, en það bara ekkert fólk til. Nei, ég ekki segja... Fólk fífl. Fólk ekki fífl, því fólk mannabær. Það ekkert fólk. Þú ert að hætta að vera mannabi og verða manneskja til þess að hætta að vera fífl. Ég mann vera, þannig að ég veit ekki hvað það tala minni. Ég veit ekki hvað human being ég hafna því. Já, sko, maður þarf alltaf maður þarf að byrja alltaf á þýsisinum, sko. Maður þarf að byrja á, í upphafi var orðið, sko. Já, það einhver sem skrifaði það. Ef þú ert ekki með þýsis, þá ertu ekki, það bara púf, sko. Sko, mann... Það áhugaverð þar fullyrðingar. Sko, mannverur, sko, mannskepnur eru ofbeldisdýr. Ef þú ætlar að fara að tala psykót líka, þá gerir ég svona, sko. Já, þú ert svona kvartfrelsaður. Nei, ég gerir mig grein fyrir því að, sko, ef að fljúgandi teppi í G, og ef að sá sem að tala við mig kann bara A, B, C, D, E, F og kann ekki G, þá veit hann ekki hvað ég að tala um. Og það tók mér rosalega mörg ár að fatta þetta. Og ég búin að fatta þetta og eftir ég fatta þetta, þá fór ég líka að fatta að ég þarf að stökkva yfir H. H til að stökkva yfir það, ef ég ætla að komast í E. Heldur, þú veist, ég má ekki skilgreina H ef ég ætla að komast í E. Ég verð að stökkva yfir það. Þess vegna heitir það H. Þess vegna heitir það AIDS. En hvað gagnar það manninum að læra allt stafrófi ef hann í röngu stafrófi? Það allt annar hlutur. Sjáðu, það var eitt sem ég sagði, ég man ekki hvað orð ég notaði þegar ég byrjuði með þessa köfun á hann. Sko, ég verði að velta mikið fyrir mér einum af mínum fallasjum. Ég átta mig alveg á því að sumt af því sem ég fullyrði að er fljúgandi teppi. Ég átta mig á því að hvert einasta fljúgandi teppi fallasjum. Það þýðir ekki að ég þurfi, þú veist, ef einhver kemur, Guðjón, en að þú ert þarna fljúgandi teppi, já, ég veit, og svo, mitt fljúgandi teppi. Það sagði einn náungi við mig hérna í bæjum daginn. Já, þú nú margar skoðanir á ýmsu, ég nú ekki alltaf sammála þeim, sem hafi búin að hlusta á einhver vídeó, sko. Og ég segi, heyrðu, ég á þessar skoðanir, láttu þær vera, það eru mínar. Þú ert ekkert með það að vera einhverju sammála skoðunum sem ég á höfundaréttina. Og það sló hann svolítið, en hann fattaði punktinn. Sko, það nefnilega einn fallacy sem ég er með, sem ég er búin að vera með í svolítinn tíma, og hún er svolítið stór fallacy. Ég trúi því að það sé eitthvað merkilegt við íslenskan kúltúr. Á sama tíma er ég að skamma íslenskan kúltúr til að hægri og vinstri. Alveg svoleiðis, sko. Ég kvarta yfir því að fá í
góltuskurnar framan í mig, en ég sjálfur hérna með hósuna alveg á fullu, sko. Hérna, ég trúi því að það sé eitthvað merkilegt við íslenskan kúltúr, en því meira sem ég læri, því meira sé ég skilgreini, því meira sé ég kafa, þeim mun meira sé ég hvað íslenskur kúltúr mikill sveitaómagi og ómerkilegt fyrirbæri og heimskur og takmarkaður og þröngsýnn og óþroskaður og gjörsamlega eina skýringin, eina raunhæfa rökrétta skýringin sem ég hef fundið til að réttlæta íslenskan kúltúr að við séum hálfálfar, að við séum hálft fólk og hálfir álfar. Það eina skýringin á íslenskum kúltúr sem ég finn sem að meikar næstum því sens. Svo hvers vegna get ég leyft mér þessa fallasíu að trúa því að það sé eitthvað merkilegt við íslenskan kúltúr? Þú veist. En ég fann svarið. Ég fann nefnilega fucking svarið. Ef að spurningin röng þá nú ekki svarið gott, sko. Málið að kúltúr og voodoo eru sárasmysl á sársaukan milli raunveruleikans og þess sem þú heldur. Ok. Á vissan hátt varst að koma með svarið og nú verði ég að hlaupa, tíkurnar eru alveg að missa sig og þær eru mikill veruleiki, þær eru með veruleikan alveg á hreinu. Er það tíkurinn ekki bara eitthvað hóks? Ég get lyft sunni, sýttir hana. Nei, já, þetta er hérna brenni punktur alþjóða heimspeki hér í djúpköfunum, sko. Já, það nefnilega það að Íslendingar geta ekki verið sammála nokkuð skapaðan hlut. Þeir geta bara... tala Íslendinga með S eða setum? Þeir geta bara verið sammála hálfálfisma. Það það eina sem Íslendingar alltaf sammála það hálfálfismi. En ég sé hins vegar þjóðfélagsverkfræðina, sérstaklega síðustu 20 ár, vera í því að búa til útlenska húmanista úr Íslendingum. Þessa setningu máttu eiga, nú verði ég að hafa. En ekki álfar bara út úr hól, var það ekki? Sko ekki ganga gegn þínu eigin einsta eðlikallunin. Álfar eru annað hugtak, annað hugtak til þess að sefa sársökuna milli raunveruleikans og þess sem þú heldur á Þú getur ekki debunka hálfálfisma því það partur af því hver þú ert. Nú verði ég að fara. Já. En það ákveðin já. Þetta alveg ágætt. Þetta ágótt. Þú fær teilspinningið á morgun. Já, ég fæ hérna blauta tusku á morgun. Þú aldrei fengið blauta tusku frá mér. Nei, ég fagna því, sko. En þú áttar alveg skilið, sko. Já, ég stundum hlæ alveg upp að þegar þú ert að fjalla mig, sko. Já, þú gefur mér alveg rosalega mikið til að fjalla sko. Já. Og ég einn af fuglasafninu hjá Harmagræton. Það þorir engin annar fjölmiðla að hringja í mig. Enda ert þú í 3. sæti og verðandi forseti og málana og allt það, sko. Já. Og tekur við þegar valdstjórnin hreimur. Og ég fæ að vera velferðarráðherra, sko. Muntu taka við því ráðherraembætti eða? Ég mun taka við lyklum. Já. Og þú bara... Ég þekki alveg á vondatýpurinn, sko. Nei, ég er komin í 4. sæti. Það einhver bjáni að feika tölunar, sko. GCHQ. En heyrðu kallinn minn, ég verð að fara. Já, við heyrjumst. Og bara takk fyrir mig, þetta var skemmtilegt. Takk sömuleiðis. Og Guð blessi þig og þína. Já, bæ. Já, ég þakka ykkur fyrir komuna. Það búið að vera svolítið rennir í kvöld. Og svolítið að hlustundum svona undir seinni hálfleik. Minna ykkur á að styrkja okkur félagana, styrkja mig hérna og linkum hér undir. Og grafa upp ykkur bankareikninga hjá Guðjóni. Og styrkja þetta mikla starf sem við erum að vinna sem að mun breyta engu ég veit ekki það allavega dagur að dvöl í þrælabúðunum að filósófera ég vona að eitthvað þessu gagnist ykkur
og já, þeir sem að vilja taka þátt í að Pétur Axelsson verði næsti forseti lýðveldisins. Það er alltaf gott að fá vinnandi hendur í verkefnin og og það mun náttúrulega hjálparhellunum mun vera mútað með alls konar fíneri, ráðherraembættum og það var náttúrulega bílstjóra fyrir forsetann og eitthvað svona. Alls konar fíneri. Það verður bara spilling og læti, sko. Og já, allir fá Panama-reikning. Og svona bara gaman fyrir alla, sko, ekki bara elituna. Það verður svona súrt fyrir elituna en gaman fyrir alla hérna. Já, og endilega muna að deila, ekki deila þannig, heldur bara deila myndbandinu og búða fagnaðarerindið. Og minni aftur á vefsíðugerðina sem ég er að byggja upp undir helium.is og það var einhver sem að hætti við að koma í viðskipti við með því að þið verið á Harmageddon. Ég er það umdeildur í landinu sem ég bý ekki lengur í. Og já, takk fyrir komuna og takk fyrir að hlusta og látið nú ekki af frelsa ykkur, kæru félagar. Bless.